Komið þið sæl og velkomin í Kryddsíld sem löngu orðin fastur liður á dagskrá Stöðvar 2 á gamlársdag. Við verðum með hefðbundnu sniði en líka nýju í tónum og tali og svo kynnum við ykkur auðvitað val fréttastofu á manni ársins 2013. En áður en við gefum yfir á háborðið þar sem forystufólk stjórnmálaflokkanna að koma sér fyrir ásamt Heimi Má og Lóu Pind ætlum við að kynna fyrir ykkur og rifja upp fréttir ársins. Fréttastofa hefur á sína vísu tekið saman það sem af einni eða annarri ástæðu þótti standa upp úr á árinu, hvort sem því fylgdi nú sorg eða gleði. Öllum kröfum ESA í Icesave-málinu var hafnað. Og nærri lætur að orðið Icesave hafi komið fyrir í nærri þriðjungi allra kvöldfréttatíma Stöðvar 2 frá hruni. Umræðan nýja stjórnarskrá á ýmsan hátt komin í öngstræti. Hvers konar skrípaleikur hér á ferðinni? Þór Saari ákvað að leggja vantrauststillöguna fram þar sem ríkisstjórnin hefur að hans mati ekki sýnt vilja til að afgreiða stjórnarskrárfrumvarpið. Afspyrnu, vond og heimskuleg vinnubrögð. Farþegar borð í flugvél Icelandair á leið til New York í gærkvöld voru mjög skelkaðir þegar ofurölvaður íslensku maður fór að áreita fólk í kringum sig. Það mætti segja að Grundarfjörður hafi breyst í hálfgerðan síldarbæ. Óvinnandi vegur að fara að hreinsa þetta eitthvað. Þetta svo ofboðslegt magn. Harkalega handtaka á konu í miðborg Reykjavíkur helgina hefur verið send ríkissaksóknara til rannsóknar. Lögregla skaut tæplega 60 karlmann til bana í dag, 2 sérsveitamenn særðust, Hjálmur bjargaði lífi annars þeirra. Við sjáum haglaför hér í loftinu, við sjáum þau á veggnum hér, í dyrakarmunum og veggnum og svo þarna íbúðin opin. Hér hefur gengið á ýmsu. 2 létust og 1 liggur slasaður á sjúkrahúsi eftir að sjúkraflugvél frá Mýflugu brotlenti við Akureyri í dag. Blær Bjarkardóttir Rúnarsdóttir, 15 ára stúlka sem barist hefur fyrir nafni sínu, vann sigur gegn íslenska ríkinu í dag. Já, ég skal alveg, ég mjög ánægð með þetta. Ég og mamma erum búin að vera að berjast fyrir þessu lengi. Ég óttast ekki dóm sögunar. Við ákváðum að taka höndum saman og snúa stöðin okkur í vil og það höfum við gert. Svo mikill var vorsins undra kraftur að ég verð gamlir símastærar syngja í sólskininu og verða grænir aftur. Framtíðin glæsileg. Til hamingju með sigurinn. Mér finnst minn tími búið. Við þurfum að passa upp á að krónan falli ekki satt eins og hún virtist gera hérna. Þingmaður Bjartrar framtíðar átti stökustu vandræðum með að hafa upp á sínum nýja samastað í þingsal. Ég mjög rómantísk, já. Ég frekar líbó held ég. Fullt var út úr dyrum í sal 101 í Héraðsdómi Reykjavíkur þegar aðal meðferð málsins hófst. Það er ekkert í þessu. Ég hef fulla trú á íslensku dómstólum. Héraðsdómur kvað í dag upp þyngsta dóm í sögu efnahagsbrota á Íslandi. Hreiðar Már fékk 5,5 árs fangelsi og Sigurður Einarsson 5 ár. Yfir 20.000 undirskriftir hafa nú safnast gegn frumvarpi lækkun veiðigjalda. Heildartap Íbúðalánasjóðs nemur alltaf 270 milljörðum króna. Kolsvört skýrsla rannsóknarnefndar var kynnt í dag. Ég með frábæra hugmynd. Komdu með!
Sigmundur Davíð og Bjarni Benediktsson kynntu í dag leiðréttingar og skuldum heimilanna. Raunar munu öll heimili landsins sem njóta góðs af þessu. Fjármögnunin viss. Ríkissjóður situr uppi með vandan. Við brugðumst trausti viðskiptavina, segir fjölmiðlafulltrúi Vodafone. Tölvuhakkarar gerðu árás á vefsíðu Vodafone í morgun og birtu persónu upplýsingar af viðskiptavina fyrirtækisins. Neyðarástand skapaðist á Landspítalanum í dag en bæði sneiðmyndatæki spítalans eru biluð. Mér það ljóst að það ekki að fara upp í uppbyggingu á Landspítalanum með næstu fjárlögum, þá held ég að það sé betur einhver annar tæki þetta. Hæstu mánaðartekjur einstaklings hér á landi nema 46-földum meðalaunum. Ríkissjóður aðeins einu þrepi frá því að lenda í ruslflokki. 1000 íbúðir allt land standa tómar en þær eiga allar sameiginlegt að vera í eigu Íbúðalánasjóðs. Sala á þunglyndislyfjum hefur ríflega 13-faldast á undanförnum 30 árum. Ugla einmitt að leita af heimili. Þetta bara hress. Mjá. Ó já, ég væri alveg til í að taka það aftur. Og svona spóla aftur í tímann. Því oft ég fast fjastring, fattar þú? Ég vona að það verði eins og mikið kraftur í þessari ríkisstjórn og þessari sem er að fara frá. Já, árið leit til dæmis svona út í okkar svipmyndum en auðvitað gerðist margt fleira en það var ótrúlega margt sem gerðist á þessu ári, herrans ári 2013. Sannarlega, eins og við sjáum þarna í þessu frétta samklippi sem við gerðum. Já, en það eins og oft áður í kryddsíldinni, það skiptir engu máli hver forsætisráðherrann. Forsætisráðherrann núverandi ekki kominn, hann ennþá að lesa áramótaávarpið sem við fáum að heyra á sjónvarpsstöðvunum í kvöld? Já, ég held það. Já, en hingað hins vegar kominn Bjarni Benediktsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins og auðvitað fjármálaráðherrann. Ný ríkisstjórn tók við fyrir 6 mánuðum Bjarni. Hún hefur verið kölluð svona ýmsum nöfnum, það hefur svona reynt að skýra einhverjum hætti. Sumir hafa kallað hana Laugavegstjórnina því þar var hún mynduð og þar skrifuðu þau undir stjórnarsáttmálann. Þeim sem ekki kannski sérstaklega vel við stjórnina hafa kallað hana silfurskeiðabandalagið og vísa til þess að þú og forsætisráðherra séu sæmilegir í efnum og kannski aldrei dýft hönd í kalt vatn eða hvað? Já, ég veit ekki. Hvað viljið þið kalla stjórnina? Já, ég heyri að það ekki komið ákveðin nafn á hana og kannski þegar framleiða stundir verður hún nefnd eftir hennar helstu afrekum en mér finnst hún fara vel á stað og sama hvaða nafni menn vilja nefna hana, þá finnst mér að þetta ár sýni að það komin ný ríkisstjórn með breyttar áherslur, með skýra stefnu sem að mun gagna strax á næsta ári. Mér finnst að þegar árið gert upp að þá hafi okkur tekist vel til við að stíga fyrstu skrefin sem að við töluðum í stjórnarsáttmálanum. Maður fann fyrir því að voru margir orðnir óþreyjufullir eftir því að sjá einhverjar svona Fólki fannst þið gera lítið í sumar svona og fara lítið fyrir ykkur í haust? Já, það oft þannig á okkar vettvangi að það tekur tíma að hrinda hlutum í framkvæmd, að undirbúa það og tefla fram frumvörpum, fá þau samþykkt í þinginu og svo framvegis. Og stundum sagt að vika sé langur tími í pólitík en það þarf stundum margar vikur til þess að koma stórum málum á hreyfingu. En við komum mörgum stórum málum á hreyfingu á þessum mánuðum sem liðu frá stjórnarmynduninni. En áður við kannski höldum áfram með það sem gerðist eftir kosningar, þá er rétt að kynna til sögunar að það tók nú ný stjórnarandstaða við núna eftir kosningar og það eru komnir fulltrúar þeirra flokka hingað líka. Við erum með hér Birgittu Jónsdóttur, kapteinn Pírata. Já, hérna. Árna Páll Árnason, formann Samfylkingar, Guðmund Steingrímsson, formann Bjartrar framtíðar og Katrínu Jakobsdóttur frá Vinstri-grænum, formann að sjálfsögðu líka. Foringjar. Allt miklu leiðtogar og foringjar sem eru við þetta borð. Kannski að spyrja ykkur fyrst, var eitthvað úr þessu frétta yfirliti sem vakti upp góðar eða slæmar minningar frá árinu? Já, svara öll í einu. Guðmundur, byrja þú bara. Hún æfa svarið. Við æfðum eins og að ráður en að þátturinn byrjaði, þá æfðum við það sem stóð hérna á prompternum fyrir. Já, viljið þið fara með það aftur kannski? Við getum það alveg. Já, það verður samsökur í lokin. Í lokin, já. En það gerðist margt á árinu. Hver var aftur spurningin? Var eitthvað sem vakti góðar eða slæma minningar úr þessu frétta yfirliti?
Mér finnst gaman að horfa á það, en það er svo margt sem maður er búin að gleyma, eins og til dæmis fall krónunar, þegar tíguskallin var kynntur, það varst mér mjög fyndið. Og svona eitt og annað sem maður gleymir oft því sem gerðist í janúar og febrúar og mars og svona fyrir hluta ársins. Og svo sumir hluti líka sem fengur kannski ekkert svona þá umræðu sem maður hefði átt von á eins og þetta atvik með lögregluna upp í Árbæ sem var rifið upp hérna í annanum sem kannski eru þetta mjög stórt atvik í lögreglusögunni þegar sá maður fellur og það eru eitt af þeim svona sjokkerandi atvikum ársins sem kannski fekk ekkert gríðarlega umræðu og var auðvitað nefnt af einhverjum álitsgjöfum einmitt af hverju fekk þetta ekki meira umræðu? Já, það er kannski vandamáli með það mála að þegar málið er komið til rannsóknar þá einhvern veginn segir lögreglan með okkur fjölmiðla og saksóknari það er ekki hægt að segja neitt að því málið er í rannsókn en þetta er auðvitað rétt hjá þér, þetta er í fyrsta skipti sem það gerist í sögu Íslands að lögregla verður manni að bana. Akkurat. Þannig að það eru ýmis svona stór mál sem maður svona rifjast upp fyrir manni þegar maður sér þennan annál og þetta hefur verið viðburðaríkt ár. Það er alveg á hreinu. Árni Páll. Já, sannarlega, þetta er búið að vera viðburðaríkt ár og við erum tvö hérna, þrjú, þú veist, hér í fyrsta sinn líka, er það ekki, Birgitta? Við þetta borð, þannig að það hefur orðið endurnýjun í íslensku stjórnmálum og það hafa orðið breytingar og svona þegar maður horfir tilbaka finnst maður þetta með ólíkindum, þetta séu bara 12 mánuðir frá því til dæmis frá því sem sagt fyrir sko, mér finnst óskaplega langt síðan að ég var kjörinn formaður Samfylkingarinnar, það var í febrúar og Katrín tók við líka í febrúar og Icesave-dómurinn sko að það sé ekki ennþá komið ár frá honum, mann finnst það mjög athyglisvert. Já, þetta rennur alltaf einhvern veginn saman. Bjarni, Birgitta, já. Já, Birgitta er nú búin að komast að hérna. Hvað er þessum atburðum sem við vorum að horfa á til dæmis? Mér finnst standa svolítið upp úr handtakan Ómar Ragnarssoni. Það var svona eins og að handtaka jólasveinin eða eitthvað svoleiðis og hérna, bara erfitt að sjá það einhvern veginn. En mér finnst kannski líka svona tákgrænt í þessari samantekt hvað Íslendingar taka mikið af þunglyndislyfjum og hvað það er alltaf að aukast og hérna það vantaði svona kannski pínlítið inn í þessa umfjöllun þessa ólgu sem maður finnur grassera undir, hún grassera eftir hrun, já fyrrverandi ríkisstjórn, hún grassera líka undir niðri í dag og það er út af því að það eru svo margir, svo ofboðslega margir sem eru marginalized, sem eru settir út í horni samfélaginu okkar og það hefur nú ekki endilega með ríkisstjórnir að gera þó ábyrgð okkar sé mikil að ræðum þessa hluti en við verðum að fara að koma fram við alla á Íslandi þannig að mannréttindi þeirra séu virt og hætta að búa til svona mikla jaðarhópa. Hvaða hópa er að tala um? Ég er að tala bara hópa til dæmis eins og einn hópur sem var settur og það er ennþá miklu fordómar til dæmis gagnvart fólki sem er atvinnulaust og sá hópur var settur svolítið inn í pókerspil stjórnmálamanna fyrir jól sem ég þótti svolítið ljótt og síðan eru hópar sem eiga við ýmis konar félagsleg vandamál það eru alls konar hópar sem að eiga einhvern veginn ekki sömu réttindi og aðrir í hugum annarra og það er það sem við þurfum svolítið að skoða. Einhvern veginn alltaf í aðrinum. Bjarni, 6-7 mánaða gömul ríkisstjórn ykkur hefur orðið tíðrætt nýju stjórnarherrunum hvað, og var það svo sem auðvitað í stjórnarandstöðunni líka, hvað ykkur fannst síðasta ríkisstjórn skelfileg. En er það þannig að síðasta ríkisstjórn hafi ekki gert nokkuð skapaðan hlut að vitið, þannig að bara í Morgunblaðinu í dag er samantekt sem sýnir að skuldir heimilanna fóru lækkandi, byrjuðu að lækka mjög mikið 2010, eignastaða fjölskyldana í landinu fóru að batna strax árið 2010 og ráðstöfunartekjur fjölskyldana í landinu að aukast líka, þannig að þetta er nú allt svona góði barómetrar sem hver ríkisstjórn er ánægð með að fá. Já, sjá nú til. Fyrst varðandi þessar upplýsingar í Morgunblaðinu. Eitt er að segja skuldirnar eru að þróast í rétta átt. Annað er að spyrja sig, hvar erum við stödd í sögulegu samhengi, í alþjóðlegum samanburði, hvað snertir skuldastöðu heimilanna? Og ef maður spyrja þeirra spurningar, þá er það augljóst að við erum stödd á mjög slæmum stað vegna þess að skuldirnar eru enn mjög háar, ekki bara í sögulegu samhengi á Íslandi, sem hlutfall af landsframleiðslu, heldur líka í alþjóðlegum samanburði og vekur eftirtekt aðalega eins og OECD og annarra. Þannig að það var til í þessu bólu ástandi náttúrulega þessar skuldir. Við vitum vel að það er ekki fyrrverandi ríkisstjórn að kenna eða það. Nei, en hérna er verið að vísa í þessa frétt og segja þetta er alltaf réttir leið. Ég er bara að benda á að eftir sem áður þá
þá erum við langt frá því að vera komin á viðunandi stað með þessa skuldastöðu, þannig að heimilin geti talist svona komin með það jafnvægi í sinn efnahag að þau verði aftur virkið þáttakendur í efnahagslífinu. En þessi breyting enga síður ekki til marks það að einhvað var gert? Jú, vissulega. Eða erum við bara föst í skotgrafaumræðinu að stjórnarandstæðingar og flokkar sikkur með línunar, þeir hljóti samkvæmt skilgreiningu alltaf að hafa rangt fyrir sér og þeir hljóti alltaf að gera ranga hluti? Nei, nú ert þú að stilla þessu Íslenska umræðan svolítið svo Þú ert að biðja mig að segja það, sko. Ég ætla ekki að fara að segja það. Nei, en getur þú kannski talið það góða sem við gerum? Ég kannski reyna að fá þau til þess að viðurkenna það síðasta stjórn hafi gert eitthvað að vita einhvern tíma. Akkur ætti ég að gera það? Ég veit það. Heyrðu, sjáðu til, munurinn á þessari ríkisstjórn og þeirri síðustu birtist meðal annars í skattapólitíkinni. Ef við horfum á þær skattalegu aðgerðir sem við höfum greipið til og þau áform sem fyrri ríkisstjórn hafði á prjónunum og fulltrúar þeirra flokka hafa talað fyrir núna frá kosningum, þá sjáum við að það kannski munar 25 milljörðum á því hvað við myndum vilja skilja eftir hjá fyrirtækjum og fólkinu í landinu fyrir það til þess að ráðstafa á meðan að gamla ríkisstjórnin og fulltrúar þeirra flokka hafa talað fyrir því að taka það í gegnum ríkissjóð til þess að deila út eftir lögum og reglum. Það til dæmis einn stór munur og það ekki smá tölur, það hleypur á tugum milljarða. Þetta mjög mikil stefnubreyting og það var eitt af því sem að ég gagnrýndi fyrir ríkisstjórn fyrir var að leggja of mikinn þunga á skattkerfið til þess að vinna á þeim vanda sem að við var að etja og nota skattkerfið endalaust til þess að jafna kjörin, þannig að við erum komið með mjög þröngan hóp í tekjubillinu þar sem að allar tekjutengingarna koma inn og við erum með þá stöðu uppi núna að meira en önnur hver króna hjá heimilum sem eru með frá 500.000 og upp úr í laun, yfir 1 milljón, fer í skatta eða í skertar bætur út af tekjutengingum. Þetta eitt svona stórt mál. Ég má segja, það svolítið fyndið að Bjarni á erfitt með að segja að eitthvað hafi verið vel gert, en kannski mikið staðins eftir því sem líður á þáttinn, en þetta snýst auðvitað bara pólitík og við höfum ekkert að, það á ekkert endilega að setja þetta í það orðræðu samhengi að þetta sé vont eða gott, þetta bara snýst stefnubreytingu, það alveg hárrétt hjá Bjarna, það bara búið að taka hér við hægri stjórn og það birtist ekki síst í skattapólitíkinni, það birtist ekki síst í því að lækka sérstaka veiðigjaldi, það birtist ekki síst í því að fara í skattalækkanir og ríkisstjórnin var nú knúin til þess að breyta sínum áformum hvernig þær voru útfærðar en það birtist til að myndi því að það ekki farið í skattalækkanir á lægsta þrepinu hjá fólkinu sem samkvæmt kjarasamningum var að berjast fyrir því að komast upp úr 191.000 króna launum, það til að mynda mátt skoða það. Þetta auðvitað pólitík, þetta auðvitað hægri og vinstri pólitík og þarna þetta verð ég að segja að ég velti fyrir mér sko þessari hægri vinstri pólitík hvernig hún á eftir að hafa áhrif á ríkisfjármálin sem auðvitað stór slagur framöndan þegar hefur verið afsalað ákveðnum tekjupóstum sem skipta máli við að standa hér undir mjög sterkum stöðu ríkissjóðs. Þetta bara sérstök nálgun að ræða þetta að segja það alltaf verið, þið kastið frá okkur tekjunum. Þetta þessi hugsun, hún byggir á þeirri nálgun að ríkið eigi alla tekjur í samfélaginu. Svo bara gefur það eftir tekjur með því að skammta sér ekki 100% skatt, sko. Og þannig alltaf talað veiðigjöldin í þinginu að þið kastið frá okkur tekjunum, menn alveg búin að yfirgefa umræðuna sem að við tókum í upphafi nýrrar aldar eftir að auðlindaskýrslan kom út sem að snerist hófleg veiðigjöld sem einhvers konar auðlindarentu. Ég ætla bara að minna eitt út af lágu laununum. Ríkið fær engan tekjuskatt af 191.000 krónum launum. Engan. Ekki heldur á 200.000 krónum, ekki heldur á 220. Það ekki fyrir að laun eru komin yfir 235.000 krónur sem ríkið fær tekjuskatt. Af því að allir skattar fram að því fara til sveitarfélagana. Það nú fleira að komast að. Þessi umræða athyglisverð og ég ætla að segja það varandi og Bjarni á afstöðans í þessum skattamálum. Ég ætla að hrósa honum bæði fyrir það og ég ætla að hrósa ríkisstjórninni líka fyrir tiltekna þætti varandi þessi skuldamál. Fyrst varandi skattana. Ég ætla að hrósa Bjarni fyrir það að segja það hreinskilnislega að hann vilji flytja til byrðarnar í samfélaginu. Hann vilji auka, hún finnist of mikið hafa verið gert fyrir þá sem minnst hafa milli handana í tíð síðustu ríkisstjórnar. Hann sagði það skýrt í umræðinu tekjuskattinn fyrir jól. Hann sagði það skýrt í umræðinu úrbætur fyrir lífeyrisþega í sumar. Þegar ekkert var heldur í boði þá fyrir verst settu lífeyrisþegana.
Það sem hefur gerst í tíð þessar ríkisstjórnar þar að leiðandi tilflutningur á byrði í samfélaginu frá best stæðu fyrirtækjunum og best stæðu einstaklingunum til meðaltekjuhópa og lágtekjuhópa. Og leið mér aðeins halda áfram. Sko, það sem það þýðir að það þá ígrunduð afstaða þessara ríkisstjórnar að þetta fólk hafi fengið of mikið í sinn hluta þjóðarauðnum á síðustu árum. Þar ég ósammála. Ég ætla eins og að hrósa Bjarna fyrir að vera hreinskilinn með þetta. Varðandi skuldirnar. Ég ætla að hrósa honum, og af því að þið nefnið það að skuldastaðan hafi batnað, ég ætla að hrósa ríkisstjórninni fyrir það. Að gera það sem síðasta ríkisstjórn gat aldrei gert, sem var að útskýra hvað síðasta ríkisstjórn gerði margt gott. Það var mjög athyglisvert í hinum flotta sjói sem að þeir formenn stjórnarflokkana stóðu fyrir, þeir voru að kynna sínar skuldatillögur, að sérfræðingarnefndin lagði mikið upp úr því að útskýra öll þau góðu verk sem síðasta ríkisstjórn hafði unnið í skuldamálum heimilanna. Hún gerði það miklu betur heldur en síðustu ríkisstjórn tókst. Og takk fyrir það. Já, Guðmundur er búin að biðja þetta mjög kurteislega orðið, fær það. Akkurat, á hófsemd og virðingu. Jú. Og að leggja af samræðustjórnmálum. Já, nú ætlum ég að vera mjög ókurteis. Komdu með. Já, nú læt ég af það, sko. Það sem ég ætla að segja þetta með tekjurnar og skattana. Mér finnst mjög leiðigjarnt þegar þetta fer í svona svarthvítar umræðu að Bjarni vill lækka skatta og allir hinir vilja einhvern veginn hækka skatta og allt þetta. Þetta ekki alveg svona. Við erum til dæmis í Bjartri framtíð mjög áfram með það verkefni að það þarf að lækka álögur á fólk og fyrirtæki í landinu. Ég held að það sé verkefni sem þarf að fara í. Og ég held að eftir hruns árin hafi birst í því að það þurfti að fara ansi geist í að hækka eins og álögur, en þess að staðan var bara einfaldlega þannig. En það þarf að gera þetta að mínu viti af einhverju skynsemi og mér finnst ekki hægt að leggja jöfnu einhvern veginn gjöld fyrir afnot af auðlindum okkar og svona hefðbundna skattheimtu. Mér finnst eitt svona einkenni á samfélaginu að við förum allt og geist í það að gefa frá okkur auðlindir okkar. Og það að tala um bara óspjallaða náttúru sem ferðamenn koma hingað og njóta. Okkur þeir ekki að borga svona fyrir það, látum bara til dæmis markaðslögmálin einhvern veginn ákveða það, hvað þeir að borga. Ég vissum að það hugnast Bjarna. Okkur má útgerðin ekki á sömu lögmálum, bara á markaðslögmálum, borga fyrir veiðiréttin eins og til dæmis á makríl núna sem komin að ströndum Íslands og við getum fengið peningi ríkissjóð fyrir það á fullkomlega eðlilegan og sanngjarnan hátt. Og svo erum við með orkuauðlindina sem við ítrekkað raun og veru leigjum frá okkur á allt og litlu verði til erlendra stórfyrirtækja. Okkur með að markaðslögmálin ekki ráða þar líka. Okkur öfluði ekki tekna með þessum hætti og notum það sem hluta af ykkur svona heildarplani þá til þess að borga skuldir ríkissjóðs og til þess að lækka síðan álögur á fólk og fyrirtæki. Þannig mér svona vantar fyrir svona heildarstefnu í þessu. Já, vantar heildarstefnu, segir Guðmundur, í þessu auðlindamálinu og svo framvegis. Birgitta, hvar eru þið stemd í þessum málum? Við erum allavega stemd þannig að allavega verði bara að segja fyrir mig að það deyr eitthvað inn í mér þegar þessi umræða fer í þetta far þar sem allir alltaf að benda á hvern annan og ég skil að það nauðsynlegt að hafa gagnrýni á þar sem að manni finnst aðrir ekki gera vel. En ég var talsmaður þessu síðasta kjörtímabili og ég ætla að halda áfram að vera talsmaður þess að við getum reynt að finna það sem við erum sammála að vinna að. Við hljótum að geta lagt líka svolítið orku og fókus á það. Akkur tölum við aldrei það í svona þáttum. Við tölum alltaf bara það sem við munum gera það í þessum þætti, hér er allt leyfilegt. Já, en þú veist, mér finnst þetta einhvern veginn svona tilneying, þú veist, ég veit að fólk nennir ekki hlusta á þetta alveg bara, þeir eru byrjuð aftur, þetta er svo að koma inn í svona fermingu þar sem allir eru að rífast. Og ég legg það bara til að við fókuserum og leggjum svolítið orku í að skoða hvað getum við gert saman. Við getum tekið rifrildin inn í nefndirnar. Þar sem við þurfum að eiga þetta pólitíska debate og síðan inn í þingsal. En þetta debatt ekki heima í almennri umræðu líka? Að sjálfsögðu, en þetta er alltaf eins og, það sem eins og spes við þetta að það er eins og alltaf eftir 4 ár þá komi svona ný öld. Og þá sé ekkert af því sem var áður gert hægt að halda áfram að gera og það þarf að gera allt nýtt aftur og mér finnst það kannski leiðinlegast við það sem að nýja ríkisstjórnin gerði er að hún fór að vinda ofan af mörgu sem að var mjög gott sem að hinn ríkisstjórnin hefði gert og síðan myndi halda áfram koll að kolli og fyrir viki erum við með ósarlega fragmenta samfélag. Þannig að ég er sammála Guðmundi með það að við þurfum að mynda okkur sterka framtíðarsýn sem við erum sammála hvert við ætlum að fara saman. Og það gerðum við í gegnum stjórnarskrána til dæmis, þar sem við vorum að byrja að eiga þessa samræðu sem þjóð. Stjórnmálamennir eiga ekki taka þessa stefnu, heldur þjóðin.
Ég held við komumst kannski ekki fram hjá því samt að við erum auðvitað ekki sammála allt. Það líka bara allt í lagi. Og mér finnst að það megi alveg vera upp á borð. Ég er ekki að segja það megi, ég er ekkert annað það. Nákvæmlega. Og ég held að það sé kannski vandinn sem sá að það frekar verið að sko gera lítið úr fólki fyrir að vera annar skoðunar. Ég held að það sé ekki endilega alltaf réttmætt. En nú skiptir þjóðin svolítið skoðun í kosningunum. Það er alveg greinilegt. Það er nokkuð ljóst. Það er nokkuð ljóst. Og var fyrir ríkisstjórn var hún bara, hvað segir maður, var alltaf þrek, þorrið einhvern veginn á síðustu mánuðum hennar. Hvað gerðist eða hvar klikkuðu þið, og þá kannski sérstaklega Samfylkingin, en Vinstri grænir fengu auðvitað heldur ekki það fylgi sem við vorum í kosningunum 2009? Hvað, Árni Páll, þið fóru úr, hvað var það, 30% niður í, 12-13? Hvað klikkaði eiginlega hjá stjórnunum? Hvers vegna kaus almenningur ykkur ekki áfram með ykkar stefnu? Ég held að það tjó ekki að deila við dómarann. Fólk greiddi atkvæði. Ég held að það sé alltaf í svona málum margar samverkandi ástæður sem að leiða einhvern... Já, þetta nefna eina eða tvær, bara svona... Sko, það endalaust þetta að dvelja við það. Fólk bara, þegar við höfum verið að ræða við fólk og við höfum lagt mikla vinn í það í Samfylkingunni, brugðist við þessum ósigri með því að tala mjög mikið við okkar fólk. Ég sendi strax í upphafi póst á alla... Nei, þetta bara segja hvernig við nálgast þetta, sko. En hvað klikkaði? Það sem fólk segir í samtölum, það sem það segir á fundum, á þeim fundum sem ég farið vítt og breitt um land, það eru fjöldamörg atriði sem fólk nefnir og það er misjafnt hvað fólk nefnir. En það eru þetta... Við erum alveg að fara í auglýsingalið þannig að það eru þetta ýmsir þættir. Eitthvað eitt atriði. Skiljið, ég bara trú ekki á þessa gamaldags kallarembupólitík sem felst í því að reyna að finna einhvert eitt mál, hengja ábyrgðina á því á einhvern einn einstakling og segja nú er allt í lagi af því að við erum búin að leysa málið. Þetta var fjölbreytt, þetta var fullt af málum. Og það er sameiginlega þau sem valda því að fólk kemst að þeirri niðurstöðu að reyna eitthvað annað. Úr því verður flokkurinn að vinna og hann er að gera það. Og það gerum við með því að tala það sem aflaga fór og þróa okkur betur áfram, þannig að við séum betri og sterkari félagsleg eining, þannig að við stöndum undir traustinu í næstu kosningum. Það er eina sem við getum. Heldur það verið betra eða verra ef Jóhanna hefði setið áfram? Þú er alltaf langa spurningum fyrir auglýsingalið, við erum að fara þetta í auglýsingalið. Stjórnarskráin, Össur sagði, sko, stjórnarskráin og síðan var það skuldamálin. Það er það sem Össur sagði. Kosningabaráttan snerist auðvitað skuldamál. Ég held að það sé náttúrulega það sem blasir við. Loforð og efndir. Við frestuðum aðildarumsókn að Evrópusambandinu sem fólk hefur nefnt. Það eru ýmsir hlutir sem fólk kvartar yfir að við skildum ekki klára nýtt fiskveiðistjórnarkerfi. Svona má endalaust halda áfram að telja og ólíkt fólk það er bara hlutur sem við fáum engu breytt. Við skulum halda áfram að telja eftir auglýsingalið hvað brást og hvað kannski menn vona að gerist næst, en tökum örstutt auglýsingalið. Áður en við gefum yfir á háborðið á ný, ætlum við að skoða pólitíkina í svolítið öðru ljósi, kannski eilítið léttara. Hingað eru komnir Bergur Ebbi sem er pislahöfundur á Fréttablaðinu með meiru og Breki Logason sem er fréttastjóri Stöðvar 2. Ég ætla ekki að hafa fleiri orð þetta, ég gef yfir til þín Breki. Takk fyrir þetta. Jú, Bergur, velkomin, við ætlum að fara aðeins yfir svona ímyndapælingar í kringum pólitíkina og kosningabarátuna. Ef við byrjum bara á Sigmundi Davíð sem er nú reyndar ekki mættur hérna. Já, af því að ég held að við séum alveg með nýtt borð hérna. Þetta eru, flokkarnir hafa allir svona fundið sig upp á ný á þessu ári og á þessu kosningaári þá náttúrulega komið bara svolítið svona ný andliti ljós. Sko Sigmundur Davíð, hann fer fyrir rosa mikill ímyndabreytingu. Eðlilega, hann náttúrulega er bara svona borgarstrákur, ungu maður, hann er að lífga við flokk sem er stofnaður 1916 og hefur farið gegnum gjaldþrot SÍS og margt fleira skilur og heilt efnahagshrun og eitthvað og ég meina honum tókst það bara mjög vel. Hann er maður ársins í íslenskri pólitík, fekk byrjandi báða vængi upp á því árs og svo er hann að leiða þessa nýju ríkisstjórn og maður sá þetta strax þegar hann var að kynna ríkisstjórnina og stjórna samstarfið. Þá á Laugarvatni og það fekk svona mikla athygli að hann væri með Burstabæinn og Héraðsskólann og allt það, en mér fannst miklu athyglisverðara að sjá þegar hann kom á Bessastaði og það vakti sérstaklega athygli út af því að bílstjórinn var stöðvaður fyrir ofhraðan akstur á leiðinni, en það er bíllinn sem hann var á. Það er bíllinn, fáum að sjá hann. Þannig er hann
Það Hiluxinn. Það Hiluxinn, sko. Þetta saminar allt það sem Sigmundur Davíð stendur fyrir. Þetta er verklegur bíl, hann er paddbíll, hann getur tekið einhvern hrút á Lyngdalsheiðinni og henda aftur í, sko. En hann er samt svartur og glansandi, þannig að það er svona einhver rappara, svona swag yfir honum, sko, hann dustar ekki á öxlinni. Og svo er þetta íslenskt, þetta er millistéttin sem Bjarni og Sigmundur eru alltaf að tala um, sko. Þetta er bara góð og verkleg Toyota, ekkert bruðl, kemst allt. Þetta súmerar Sigmundi. Já. Nákvæmlega. Samfylkingin, þar erum við með nýjan formann. Já. Það Árni Páll. Nýjan formann sem var í nýjum búningi í allan vetur. Í kosningabaráttunni. Já, hann var í hýði. Hann var í smá hýði, sko, og hann þurfti að rífa Samfylkinguna svolítið upp. Hún var að koma út úr erfiðu stjórnarsamstarfi og Sjáum hann það. Já, þetta er Árni Páll eins og við þekkjum hann núna. Þetta er eins og hann birtist okkur. En í kosningabaráttunni. Þá var hann svona. Þá var hann, nefnilega svona, sko. Og þarna ætlaði hann að ná breiðfylkingunni, sko. Hann ætlaði að ná 35% með þessu skeggi, sko. Hann ætlaði að ná til svona, kennarastofunar og flókaskóna og náðum öllum. Ef við sjáum nánar skeggi, við rýnum aðeins í skeggi á hann. Þetta hafði alveg gott potensiál, því hann er með tvítóna skegg, sko. Við sjáum þetta dökka það fremst. Þetta átti að vera blerisminn, sko. Þetta átti að ná verðbreiðamillurunum og þetta tískuskegg. En svo áttu Albaníukomandinn að flikkast í kringum hann með þessu gráa þarna í hliðunum, sko. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta átti að vera 40% skegg, sko, en þetta er bara í 14, sko. Og hann var að leika í bíómynd, eða ekki? Jú, hann safnaði skeggi til að leika í bíómynd. Myndin hans, Benna Erlings. Krossjós. Hann var klipptur út úr myndinni, sko. Nei. Var hann ekki klipptur? Nei. 3 sekúndur. Þetta skegg var ekki til lensis. Talandi sekundur, förum við í Vinstri græna. Þar erum við með nýjan formann líka. Ef við sjáum svona gamla Vinstri græna. Já, ég meina að þetta er náttúrulega augljóslega mesta breytingin í íslenskri pólitík. Við erum að fara frá þessu yfir í Katrínu, sko. Af því þarna erum við að sjá 2 menn sem þeir skruppu saman 20% á kjörtímabilinu, sko. Það bara, rakinn fór úr þeim. Þeir voru alveg mjög nálægt í að breytast í smyrlinga bara eins og Lenín, sko. Það var búið að smíða glerskapana fyrir þá inn í ráðuneytunum, sko. Og við sjáum að Ögmundur er með svona smá tengt af dökkvi í gleraugunum sínum, sko. Hann er svona eins og Norður-Kóreu-leiðtogar þarna, sko. Með skjölin. Með skjölin alveg klár, sko, og nú erum við með hana Katrínu sem geislar lífsgleði, sko. Glæsilegt. Komum með nýjan formann. Herðu, nýju flokkarnir, Píratar. Píratar náttúrulega, þú veist, eru rosa mikil ímynd í gangi. Heita Píratar, hún Birgitta í Kafteinn og svona, eitthvað nýtt og þú veist, þetta höfða til fólks, eitthvað svona funky logo sem eru með og fleira, sko. Og síðan eru þau að koma til dæmis Jón Þór Ólafsson. Já, við munum eftir þessu. Hann er að koma, hann er bindislaus að sjálfsögðu, eitt af því sem þau hafa engan áhuga því að mæti bindi og það hefur komið fram og hann er með hann að ræðu, þetta er alvarlegt mál fram fyrir kínverska yfirvalda gagnvart tíbesku þjóðinni og kveikir á. En þetta er svolítið svona, þú veist, þau vekja athygli á sér og þetta er, þú veist, sumir myndu segja þetta væri eitthvað flip, sumir myndu segja þetta sé eðlilegt. En ég get sagt að flip er orðið svo mikill standard, sko, í pólitík. Það eru allir að flippa, ég meina, þú veist, það eru nútistar á Evrópuþinginu og bara menn vilja vera á teppinu, skilur, og þinginu í Svíþjóð og fleira. Þetta er í rauninni ekki neitt. Þetta er þekktstærð. Þetta er þekktstærð. Svo erum við náttúrulega með annan flokk sem er soldið, hefur verið að jaðra við, svona daðra við flippið. Út af því hann er reistur úr grunni flippframboðs sem síðan endaði sem ekkert flipp og það er Björt framtíð. Sem að, til dæmis, þeir þorðu ekki að fara í flippnafn. Besti flokkurinn er flippnafn. Björt framtíð er meira svona eins og einhver lífeyrissjóður sem er reikinn út úr einhver bílskur í Seltjarnarnesi. Og ekki svona dæmigjarn nafn á stjórnmálaflokki, en ekki flipp heldur, sko. En þar erum við rosa flotta kandidata og náttúrulega Guðmundur Steingrímsson, þekktur tónlistarmaður og það eru listafólk þarna og þessi maður, sjáum hennan. Já, en þetta er reyndar svolítið eins og Jóhanna sé bara komin aftur, sko. Það var aldrei farin neitt. En þetta er flott, af því að þeir eru að leita að ímyndinni sinni ennþá, hvort þessu flippi ekki og þarna er Óttar að leita að sætinu sínu. Og jakkafötin? Jakkafötin, sko, hann finnur ekki sætið sitt, sætin eru í nákvæmlega sama tón á jakkafötinu, sáum það hana. Þú veist, hann er bara verið litblindur á þessu, sko. Einmitt, nákvæmlega. Herðu, það er bara einn maður eftir, það er Bjarni Benediktsson. Já, sjálfsögðu, og það er náttúrulega ímyndin skiptir máli þar. Og það var örugglega eitt stærsta atriðið, ég meina þau voru ekki með nógu mikið fylgi fyrir kosningarnar í könnunum. Og menn voru að tala um það, þetta sýna meiri iðrun og hrista meira af sér hrunið og allt þetta. Margir voru að efast um Bjarna. Margir að efast um Bjarna og svo fór hann í þetta fræga viðtal í forystusætinu og RÚV, bara rétt fyrir kosningar. Og þar er sagt að hann hafi svolítið sýnt sitt rétta andlit, það verið einlægur. Þessi mynd. Það er þessi mynd. Þetta er 5% af myndin. Þetta er 5% af myndin og þetta er áhugavert út af því að nú er liðinn svolítið langur tími síðan þetta viðtal var. Og fólk er farið að segja hluti svona svo, hann beygði af. Og ég hef jafnvel heyrt fólk segja eitthvað, þetta er viðtalið sem að Bjarni grét í. Þá er fólk eitthvað að slá saman við Eið Smára að gráta út af því að þetta er það sem komst næst í að gráta en það sem við sáum á þessari mynd. Hann beygði af og það voru 5%. Ef hann hefði grátið, ef hann hefði bara, þó að það hefði verið krókódílatál, bara með einhvern lauk bara í vasanum með eitthvað, hreinn meirihluti fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Glæsilegt, Bergur. Þetta var flott. Við ætlum að skipta hérna yfir á háborðið og halda þessum frábæru umræðum áfram. Bjarni, maður getur nú ekki annað eftir
eftir þetta voru það mistök að vera ekki með lauk í fanginu. Ég var með það, mér fannst ég bara ekki þurfa að nota hann. Ertu með það núna? Gekk það vel? Það er nóg komið bara. Og nóg komið þessu. Nei, ég var með hann í vasanum, ég bara þurfti ekki að nota hann sko. Nei. En ímynd skiptir auðvitað máli í stjórnmálum og ekki síst ímynd ykkar leiðtogana. Já, mikil ósköp. Þetta var mikil rússibanaferð fyrir Sjálfstæðisflokkinn sem kom inn í árið með vel rúmlega 35% fylgi. Á þessum tíma sem ég fór í þetta viðtal voru sumar kannanir að segja við varum komin undir 20%. Er formann í flokki við þær aðstæður? Já, mikil ósköp. Eins og augljóst var. Já, og alla flokksmenn reyndar og allt flokksapparatið. Oddvitana, ég meina, við erum í meiri kosningabaratuð. Eitt að svona gerist inn á kjörtímabili einhvern tímann. Annað að það gerist í aðdraganda kosninga. Það sem þú er búin að vera í 4 ár í stjórnarandstöðu og þykist svona vera komin með þann stuðning sem að geti réttlætt væntingar góðan árangur í kosningunum. Þannig að þetta var rosalega lífsreynsla að fara í gegnum sem að maður gleymir aldrei. Maður svolítið rifjastu fyrir mér sem komin yfir 50-aldurinn að það lagt til opinberlega að Hanna Birna sé kannski betri kostur sem oddviti í kosningabaráttunni. Það myndi svolítið á gamla daga í Sjálfstæðisflokknum. Ég fór að hugsa allarlega aftur til Geirs og Gunnars og þess tíma þegar að það var oft í sögu Sjálfstæðisflokksins umdeilt hver ætti að vera leiðtogi. Það voru kannski margir sterkir og margir sem komu til greina. En þetta hrjáði Sjálfstæðisflokkinn áratugum áður. Já, ég held að það sé hægt að finna dæmi. Fannst þetta slæmt að fá þetta upp í flokknum til að Hanna Birna færi? Já, þetta er bara til vitnis það að það er ekki svo eining í flokknum sem maður þarf á að halda til þess að fara inn í kosningar og ég held að fyrir flokkinn að þá sé það svona ein lexían að menn verða að standa saman til þess að ná sameiginlega miklum árangri og það er alltaf svona betur til þess fallið að ná árangri ef menn ná að gera það. Síðan geta menn nota rétta tíman til þess að láta uppgjör eiga sér stað. Það geta menn gert inn á miðju kjörtímabili og landsfundum og svo framvegis. En þegar þú ert að fara í kosningabaráttu að þá verða menn að snúa bökum saman til þess að vinna sigra. Ég held þú getur samt fundið dæmi þetta í mörgum öðrum flokkum. Ég minnist þess þegar ég var að koma inn á þing að það var kynnt til sögunar forsætisráðherraefni fyrir Samfylkinguna sem náði sér ekki í þingsæti. Já, einmitt. En þú ert ekkert að boða, þú ætlar ekkert að hætta á miðju kjörtímabili eða eftirláta Hönnu Birnu? Nei, já, nákvæmlega. En maður velti fyrir sér Árni Páll, skeggið. Var þetta ekki bara yfirvart með bíómyndina? Nei, þetta var nú sannarlega gert fyrir bíómyndina og ég var eins og mjög ánægður að lafa þarna inn í 3 sekúndur til þess að þetta væri nú ekki algjört til þess að þetta verði ekki algjör erindisleisa. Og það var nú gaman að þetta tók eins og 3 daga, sýnir náttúrulega kvikmyndagerði í 3 sekúndur. Að safna skegginu? Nei, það tók ekki mikið lengra Bjarni, það var 3 vikur, en það var mjög athyglisvert sko, 3 daga var maður að þvælast í hrossum og þetta var svona niðurstaðan, 3 sekúndur og það var mjög gaman að kynnast í hvernig kvikmyndagerð virkar í raun og veru. Nei, ég held að það sem ég segi þetta skegg sé það að það staðfestir þá það að ein kenning sem stundum hefur verið höfð uppi stjórnmálakonur er ósönn og það er svo staðhæfing að það sé bara talað útlit stjórnmálakvenna á Íslandi. Menn hafa gert litarhaft að umtalsefni árum saman og sem sagt leið og skeggi kom. En fullir það ljósum frá mótni til kvöld? Já, leið og skeggi kom þá tók það við sem umtalsefni og mér finnst bara gott að vera þá sá kallmaður í landinu sem í stjórnmálastéttinni sem að fólk getur velt þar sem menn getur velt fyrir sér einhverjum þáttum útlits. En er þetta ekki svolítið svo Bergur Ebber að segja, svolítið ímyndin í stað, þegar við erum að tala hér ímynda, það er svolítið ímyndin að kommunistar, mjög vinstrisinnaði karlmenn séu með mikið skegg, kratar mannmargir mann, getur mörgum krötum með skegg, Anker Jörgensen kannski svona til að hugsa, en það er ekki margir kratar með skegg og Baldur. Já, Baldur, auðvitað hvernig læti ég, auðvitað, skegg líka hjá krötum. Þú myndi frekar eftir Anker Jörgensen. Ég myndi frekar eftir Anker Jörgensen. Mér varst náttúrulega, Árni Páll sýna mikið ístöðuleysi með að raka þessi skeggið, Ég er ennþá með mitt, Sem þú gerði líka rétt fyrir kosningar. Já, var það pólitískt? Mér var bara orðið á heitt, þetta var alveg sumardaginn fyrst á. Guðmundur, er þetta pólitískur skeggvöxtur? Mér finnst það mjög gott að vera með þetta við veturinn, en ekki meira. Er þetta pólitískur skeggvöxtur hjá þér? Já, þetta er hreinræktu pólitík að vera með þetta skegg. Og hér gengur væntanlega forsætisráðherra
í salinn, ég loksins mættur það. Príla hér Hann er kominn með skegg. kaplana. Nei, það nú vera, ég sýnir forsætisráðherrann ennþá vera skegglaus og bjóðum hann alveg hjartalega velkomin, blessaður. Sigmundur forsætisráðherra, velkomin, gjör svo vel. Það er líka bara einhver tísku bylgja með skegg. Það er bara, ég hef aldrei séð eins marga með skegg. Já, það verður heill herskari á skeggjum mönnum hér á eftir í lók þáttar. Það er skegg bara gott, sko. Birgitta, talandi um það, og við erum að tala um ímynd og þú ert nú svolítið svona góð í ímyndamálu. Treystir þú karlmönnum betur eða eru með skegg eða ekki? Nei, ég horf alltaf bara í auguna þeim. Þú horf bara í auguna þeim? Já. Já, það skiptir öllu máli. En Guðmundur, ætla ekki alveg að sleppa þér, þið fóru líka með himmintunglum í könnunum fyrir kosningar en svo lækkaði það nú eftir sem... Já, við gerðum ráð fyrir að kosningarna væri hérna í loki janúar. Já, það náði hvað, 19%? Já, vorum 19% þar og svona miðum okkar baráttu við það og svo komumst við að því að það voru hérna 2 mánuðir viðbót. En við vorum alltaf mjög ánægð með okkar árangur. Við vorum að stofna nýjan flokk og svona komum að þessum flokki úr öllum áttum og svona fólk sem var ákveðið í að gera eitthvað í sinni svona óþreyju gagnvart pólitíkinni og langar að breyta stjórnmálunum og erum að því. Við höfum verið að gera það líka í sveitastjórnunum, í Reykjavík og vildum gera þetta líka á landsvísu og að enda síðan með, já, þetta er held ég næst besti árangur nýs framboðs síðan 1970 eitthvað. Og þannig að, og með 6 manna þingflokk sem að starfa glimrandi vel og mikil samheldni okkar röðum og svona við erum bara staðráðin í að reyna að láta gott af okkur leiða þannig að þetta var rosalega skemmtilegt ár fyrir mig í pólitík og okkur í pólitík í björtri framtíð. Sigmundur Davíð, meðan að þú varst upp á Ríkisútvarpið að flytja þitt ár sem flutt seinna en þá höfum við rætt aðeins kosningarnar, úrslit kosningarna, breytingarna sem urðu með kosningunum. Er Árni Páll búinn að segja eitthvað sem ég þarf að leiðrétta? Nei, hann er ekki ennþá en... Ekki segja þetta! Getur ekki verið svona kvartsára alltaf? Þetta er einmitt eitt af því sem ég ætla að tala um. En hérna... En já, svona eitt af því sem menn hafa merkt einhvern veginn eftir að þið tóku við völdum var að það væri svona, já, menn hafa sakað ykkur að það sé svona andrúmsloft útlendingahaturs og þjóðrembu. Það var til dæmis mikil orrahríð núna bara fyrir einhverjum 2 vikum eða svo milli Margrétar Tryggvadóttur fyrrverandi þingmanns og aðstofamaður þinn brást mjög illur við því. Þetta hafa ekki verið sakað um útlendingahatur, það er svona þjóðrembu. Já, það er svona þjóðrembu. Er það grasserandi í þínum flokki? Þið eru svona létt. Það er stemming. Ég veit svo sem ekki hvort að einhver hefur sakað okkur einhvað slíkt. Það er svo sem gengur á ýmsu á netinu. En ef við ætlum að fara að taka upp alla það vitleysu sem þar kemur fyrir í einhverjum athugasemdakerfum eða bloggi, þá verður nú ekki mikið úr almennilegri umræðu hérna. Þannig að ég hef nú ekki áhyggjur af því enda tilefnið augljóslega ekkert. En sko, nú vísar hún til, nú nefnir dæmi, það er Vigdís Hauksdóttir og þróunaraðstöðin, það eru ökklabönd á flóttamenn, hælisleitendur, allt svo, hugmyndir álögur á námsmenn í útlöndum sem ekki koma heim strax. Já, ég meina við komumst ekki langt með að fara að rekja einhver svona furðu dæmi sem þú hefur séð á netinu. Svo við tökum nú bara þetta fyrsta með... Þetta nú kemur frá fyrrverandi alls... En allavega, forsætisráðherra, það er ekki farið fram með neinu... Ef ekki að lifta þessu, fóður lítið herra plana. Gera það. Allavega, við skulum halda okkur við það að þið leyfist nú ekki þjóðleg gildi. Nei, það er rétt. Og þú vilt halda þeim á lofti og þú, meðal annars breytingi sem gerð var á stjórnarráðinu við það að þú kemur þangað að þú flytur ákveðið mál inn til forsætisráðuneytisins sem áður höfðu verið í menntamálaráðuneytinu vegna þess að þú hefur mikinn áhuga á þessum málum. Já, og ég held reyndar að þjóðleg gildi sé einhvað sem að hafi fleytt þessari þjóð býsna langt og skipt sköpum til dæmis í þeim árangri sem hún náði á 20. öldinni. Þetta snýst að menn hafi ástæðu til þess að hafa trú á sjálfum sér og möguleikum þjóðarinnar og það eru sannarlega ýmsar ástæður til þess að hafa slíka trú. Því að ef að menn efast sjálfa sig og eigi samfélag, þá ná þeir ekki árangri. Það var það þegar menn fengu sjálfstraustið sem að ástandið og lífið á Íslandi fór að lagast og lagaðist reyndar það mikið að það eru fá dæmi slíkt í sögunni að þjóð hafi farið jafn hratt úr jafn erfiðri stöðu í jafn mikla velsæld eins og náðist hér á 2000. Finnst þér fólk svona almennt, fyrst við komin á svona þennan punkt í umræðinni, finnst þér þá ekkert að tala endilega flokkspólitískt, finnst þér bara svona meðal almennings, finnst þér fólk ekki vera
nægilega meðvitað söguna, sögulega sigra og hvað þjóðin hefur áorkað? Nei, ég held að það hefði gleymst á ómiklu leyti og svo jafnvel orðið hafa gert feimnismál, sérstaklega fyrst eftir efnahagshrunið, eftir hrun bankana. Þá svona þóttið ekki við hæfi að vera brattur eða tala vel meginland og ágæti þess. Og það mjög miður og það mjög hættuleg þróun. Ef að það hefði orðið hin endanlega niðurstaða af bankarhruninu, þá hefði sú niðurstaða líklega orðið dýrari heldur en það sem leiddi beint af falli fjármálakerfisins. Vegna þess að þjóð sem að missir sjálfstraustið, ég tala ekki þjóð eins og Íslendingar, sem að lítil en hefur samt fulla ástæðu til að vera bjartsýn og trúa framtíðina, að hún tapar mjög miklu, bæði menningarlega en líka beinlínis efnahagslega. Kannski taka þennan punkt og lega kannski stjórnarnarstuna aðeins að tjá sig það sem voru að segja en áður, að því við erum búin að vera að ræða hérna stjórnarskiptin og hvernig síðasta stjórn var og hver breytingin með nýju stjórninni. Ef þú ættir að setja það upp í örfáar setningar, hver finnst þér vera svona, hinn hugmyndafræðilega breyting kannski við stjórnarskiptin að Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn taka við af þeirri stjórn sem áður satt? Já, breytingin felst kannski ekki hvað síst í því að vil ég reyna að halda góðri stemningu hérna. Já, ertu ekki vera partípúper, sko? Nei. Voru að vera svona skemmtilega. Hvað ég sagði? Nei, en svona, ég meina það auðvitað verður breyting. Það ákveðið viðsnúningur, til dæmis í því hvernig menn vinna úr skuldamálunum augljóslega. Það stór og áþreifanleg breyting, en líka viðhorfið til atvinnulífsins og hvernig best að afla tekna í sameiginlega sjóði. Að nálgunin hjá þessari ríkisstjórn svo að við þurfum fyrst og fremst að koma atvinnulífinu í gang, skapa atvinnutækifæri fyrir fólk, gefa því kost á að vinna sér inn betri laun, fyrirtækjunum kost á að fjölga starfsfólki, fjárfesta meira. Það sé leiðin til þess að ná árangri fyrir samfélagið allt. Og ég held að síðasta kjörtímabil sé ágætis dæmi það hver afleiðingin af hinu gagnstæða þegar menn ætla að reyna að skattleggja sig út úr vandanum. Það eru takmörk fyrir því hvað hægt að leggja á háa skatta og flækja skattkerfið áður en að það fer að bitna á samfélaginu og rýra kjör almennings. Og kjör almennings rýrnuðu sannarlega á síðasta kjörtímabili, fyrir því voru ýmsar ástæður. En ástæðan fyrir því að viðsnúningurinn var ekki eins hraður eins og menn höfðu vonast til og spáð hafi verið, var þessi öfug stefna í því hvernig menn nálguðust uppbyggingun. Stóra máli var auðvitað augljóslega, við ekki taka það eins með hvort þetta hafa nú gefið svolítið mistök hjá stjórnarandstöðunni að taka ekki betur. Já, nákvæmlega. Voru það Árni Páll? En kannski bara með höfum komin í þjóðmenninguna sem ég finnst nú mjög áhugavert að ræða því það sem ég segi það að ég alveg sammála Sigmundi í því að það gott að vera brattur og það gott að nálgast hlutina með jákvæðum hætti og hafa trú á sjálfum sér. En það sem kannski umræðan í samfélaginu snýst þessi áhersla á þjóðarhugtaki sem auðvitað hugtak sem verður bara til á 19. öld, pólitískt hugtak sem verður til þjóðuríkin. Þannig að þegar við lítum tilbaka til okkar sögulegu sigra, að því forsætisráðherra hefur nú talað einmitt þjóðmenninguna í þjóðminjasafninu og minjastofnun sem eru fást við tíma langt í burtu, þá held ég kannski við þurfum, þegar við verið að leggja áherslu á þjóðmenningu, ég hef einmitt kallað eftir því að við vitum þá kannski nákvæmlega hvert við erum að tala einmitt til að komast þó hjá umræðu það hvort að þetta snúist ykkur útlendingafóbíu eða eitthvað slíkt. Ég held að sé mjög mikilvægt að við getum einmitt ná saman það sem við erum bara stolt af og teljum jákvætt sem eru þetta til að mynda okkar menning og ég hefði reyndar viljað sjá svona þyngri áherslu hjá ríkisstjórninni til að mynda einmitt á menninguna og skapandi greinarnar og tækifæri sem felast í því. En veltum þá fyrir okkur hvað við meinum líka þegar við tölum því þetta snýst kannski það að við ræktum bæði okkur sjálf sem búum hérna á þessu landi en líka auðvitað bara miklu víðtækari hluti sem við erum hluta af því við erum auðvitað líka alltaf hluta af alþjóðlegri menningu. Og þetta eitthvað sem ég finnst við ekkert þurfa að fara hún í einar skotgrafur heldur einmitt ef maður getur bara rætt. Og skiptir máli að ræða. Ég held að þetta hafi ekkert mikið verið rætt til að mynda þessi þjóðmenningaráhersla sem ég held að sé mjög mikilvægt að við veltum fyrir okkur hver merkingin á bakvið. Við þetta líka með sjálfstraustið og að sjálfstraustið þurfum endilega, ég ger ekki ráð fyrir að Sigmundur sé að meina það að sjálfstraustið eigi að útiloka gagnrýni og heilbrigðar efasemdir sjálfan sig og þjóð sína. Og ég held nú að eftirleikur hrunsa árana eða eftir hrunið það hafi verið ríkt tilefni til þess að fara í saumana ýmislegt í okkar fari. Sem samfélagi sannarlega gert. Sem það hefur gert, já.
Og það mjög mikilvægt að gera þetta og svo finnst mér líka mikilvægt að átta sig á því að sjálfstrausti getur birst á margan hátt og það ekki hægt að lesa bara segja einhver ein ákveðin stefna eins til dæmis að vera á móti Evrópusambandinu að því sé sjálfstraust og hitt sé það ekki. Þannig að við þurfum líka að tala saman það hvað við meinum með þessu sjálfstrausti. Ég til dæmis tel að það væri birtingarmynd á sjálfstrausti að fara fullur sjálfstraust sem þjóð í samstarfi sjálfstæð Evrópuríki innan ESB og það mín upplifun svona því hvernig við getum treyst okkar fullveldi og sjálfstæði. Og svo varandi þjóðmenninguna og það allt saman, þar finnst mér þurfa að varast að einhvern veginn skilgreina eina menningu sem einhvern veginn æðri en aðra menningu. Þjóðlegri eða eitthvað svona. Ég vil leggja áherslu á fjölmenningu, hámenningu, lámenningu, ómenningu, þjóðmenningu. Við þurfum að hafa það fjölbreytnin sem fjarsjóðurinn og það það sem opnaðandi en ekki lokaði í einhvers konar og ég held kannski bara miðað við það hvað Íslendingar sóttu menningarviðburði mikið, einmitt eftir hrun. Lásu mikið á bókum, fóru mikið á tónleika, fóru mikið í leikhús. Sýnir eiginlega nákvæmlega að fólk var einmitt að horfa inn á við og var stolt af sér og sinni menningu. Ég held að það sem svo mikilvægt og vantar pínuð í þessu umræðu og ég held að það gæti verið eitthvað af því sem að Sigmundur að reyna að gera og það að minna á að þjóð sem þekkir ekki sína menningulegu rætur og þekkir ekki sína rætur svolítið týnd þjóð. Og þannig að maður bara fara að varlega þessu orðræðu út af því ég hef tekið eftir umræðum sem eiga sér stað þá sérstaklega í netheimum þar sem við núna komum með alla svona heitu pottana á Íslandi inn á eitt stað að þar finn ég fyrir alveg ótrúlegum fordómum og bara hreinræktuðu hatri á fólk sem öðruvísi og sérilagi fólk sem útlendingar og það sem útlenskt og þetta eitthvað sem við þurfum að passa. En það fánuna í útanetinu að þá heyrum við alla raddirna sem auðvitað voru þarna út í þjóðfélaginu áður en var ekkert endilega hleypt af hljóðnemanum að núna heyrist í öllum fordómaliðinu og svo framvegis. Ég sagði nú ofta svo ég komið sjálfur mér að bara svo ég verið hinsegin daga í rúman áratug og að það var bara ákveðna skoðanir sem var bara ekkert í tísku að hafa það sér að fordóma gagnvart samkynhneigð. Því man bara ekkert hleypt upp á borða því meirihluti landsmanna var bara ekkert þessari skoðunar. En í netheimum einhvern veginn hafa allir orðið. Já, en málið það bara fókusin fer svo mikið á þetta, það eins og séu svo mikið meirihluti sem hugsi svona og ég hef bara áhyggjur af því ef að þeir sem eru ekki sammála þessari orðræðu taka ekki þátt í því, það þarf að koma einhver balans hana. Og ég held að það sé mjög mikilvægt varðandi eins og fókusin á okkar þjóðmenningu að jú, það er mjög mikilvægt að þekkja rætur sínar en það er líka rosalega mikilvægt að rækta það sem hefur sprottu upp frá rótunum. Bjarni, hvað finnst hér svona þessa umræðu? Þið sitjið þetta núna saman við ríkisstjórnarborðið. Ertu sammála forsætisráðherra í því að við þurfum að vera stoltar af okkar menningararfi, okkar menningarlegu sögu og svo framvegis eins og forsætisráðherra hefur margir ítrekað og ítrekað áhuga sín á að rækta með þjóðinni? Ég hef aldrei skynjað annað en að þvert á alla flokka á þinginu þá séu menn í hjarta sínu mjög stoltir af menningarlegu sögunni og við störfum á þinginu sem svona bara ein skýrasta táknmynd þess sem að gerðist þegar menn fóru að berjast fyrir sjálfstæði landsins. Það hins vegar góð breyting, tel ég, sem að forsætisráðherra hefur beitt sér fyrir að vista málaflokkin hjá þeim sem fer fyrir ríkisstjórninni og gefa málaflokknum þannig aukið vægi. En hvað fengið með því? Já, það komin þá forysta fyrir málinu í forsætisráðuneytið sem að lyftir málaflokknum á dálítið svona nýjan stað og ég veit að Sigmundur að horfa til kjörtímabilsins alls varðandi þessar breytingar og við kannski ekki einu sinni farin að gera annað heldur en að bara ræða málin en síðan mun það taka sína birtingarmyndir í gegnum verkefnin sem að sitt verður. Ok, einhver verkefni sem vil segja okkur frá eða? Má ég stinga þess að? Já. Má ég stinga þess að bara varðandi þessa þjóðmenningu? Og það má ekki verða eignarhald eins flokks á íslensku þjóðerni eða því að vera stoltur af því að vera Íslendingur. Ég held að við berum það öll saman. Mér finnst eins og að talið íslenska þjóðmenningu vera í grunninn hættulegt að því leyti að það horfir á lítið til þess hvað þjóðmenning í dag? Hverjir að flytja fram íslenska þjóðmenning í dag? Það eru tónlistamenn okkar, það eru kvikmyndagerðarmenn okkar, það eru þeir sem í dag að endurskapa íslenskan sagnararf, íslenska tónlistararf, íslenskan hönnunararf
það eru hönnuðir, það eru myndlistamenn. Framlag þessara ríkisstjórnar til þessara listgreina sem atvinnugreina, sem burðargreina, það að draga úr stuðningi við þær. Draga úr þeim sjóðum sem þessar greinar hafa aðgang að. Og mér finnst alveg með sama hætti byggðastefna þessar ríkisstjórnar vera gamaldags. Hún drepur í dróma atvinnuþróunarverkefnin út á landi og skilaboð hennar til hinnar dreifðu byggða að þær eigi bara að vera safnverðir gamla atvinnuhætti og það með ekki verða þarna atvinnuþróun. Þetta það sem að mér finnst vandamál. Mér finnst ríkisstjórnin horfa með gamaldags augum á samfélagið og ekki nýta tækifærin sem eru fyrir okkur. En þetta ekki alveg rétt hjá Árna Páli að sko virðing ykkar fyrir þjóðmenningu landsins, hún endurspeglist ekki í gjörðum ykkar þegar það skorið niður til kvikmyndasjóðs? Sko þetta bara rangt. Sko það út af fyrir sér rétt að árið 2013 þá hafði fyrirverandi ríkisstjórn ákveðið að stórauka framlög í ýmsa málaflokka. Það árið sem ríkið var rekið með 30 milljarða halla. 30 milljarða halla. Og á því ári þá stjórnaði gamla ríkisstjórnin í 4 mánuði. Þau höfðu haft 4 ár önnur til þess að sína í verki þessar áherslur sínar. En notuðu þann tíma ekki. En þetta kom sem sagt í blálokin þegar voru 16 vikur eftir af starfstíma ríkisstjórnarinnar og það var allt saman tekið að láni. Fá þessi endilega þegar maður fara í auglýsingar endilega hleypa forsætisráðherra og leyfa Sigmundi aðeins að ræða þessi mál út frá. Mjög mikilvægt atriði sem að fjármálaráðherra kemur hérna inn á að samanburðurinn svo skakkur vegna þess að það alltaf verið að bera framlög ársins 2014 saman við einskiptis ófjármagnaða aðgerð síðustu ríkisstjórnar. Hvernig var til dæmis aukningin til kvikmyndagerðar til komin? Var það af fúsum og frjálsum vilja því að það var stefna ríkisstjórnarinnar? Nei, það var einn þingmaður sem hótaði að fella ríkisstjórnina og þau neyddust til þess að setja aukið framlög í þetta. Ertu þá að vísa til Bertelssonar? Þannig var þetta með svo marga málaflokka sem að þau þykjast núna heilög í, eins og hægt að lesa til dæmis í ágætri bók Össurar Skarphéðinssonar. Þetta var góð bók? Ég er ekki búin að klára hana, ég er byrjað að lesa hana. En þar koma fram fjölmörg atriði sem að sýna að mál sem þau þykjast heilög í núna, rammaáætlun, virðisauka skattur og ferðaþjónustuna og svo framvegis, eru mál sem að þau höfðu bara engan áhuga á eða voru búin að komast á sömu niðurstöðu og við í. Þannig að oft láta menn nú kannski ekki alveg eins og tilefni til. En það svolítið sérstakt að þú bara til að klára þetta með þjóðmenninguna. Að virðist að þegar ég segi einhvað, að þá verði ákveðið fólk alveg trítilótt og fara að túlka þá ýmsan hátt. Nú erum við búin að fara hérna hringinn og heyra alls konar túlkanir af því hvað ég hafi verið að meina. Þó ég haldi ræðu á 17. júní. Ég einhver nær. Nei, en sko, þó ég haldi ræðu á 17. júní og segi bara sömu hluti og Vigdís Finnbogadóttir sagði alla sína tíð sem forseti, svo við tökum sem dæmi. Þá virðist það duga til þess að menn alveg verði trítilóðir og fara að túlka þetta hver á sinn hátt. Þetta fylgir svolítið starfinu, Sigmundur, það ekki, að vera forsætisráðherra. Jó, en samt sko, að menn svona bara grundvallar hlutir sem að mann heldur nú að allir vissu nokkuð. Það myndi segja að handritin eru frábærar, er allt vitlaust. Já, akkurat. Við verðum að fara í auglýsingar. Það bara engin trítilóður. Ég helst að ég var að tala líkt. Það var annars vegar einhverjir svona trítilóður og trítilóður tjáarar á Þú eru því greinindunir. En erum við ekki að fara að fá gest til okkar eftir auglýsingar eða ekki? Nei, ekki alveg strax, en við verðum að gera örstutt hlé og hérna á eftir tilkynnum við mann ársins. Einmitt. Og spurði þjálfaran fyrst hvað hann þætti nú það att vara maður ársins á Stöð 2. Ja, det känns ju väldigt stort. Jag fick ju ett förhandsbesked av Omar, våran presschef, så att jag visste väl inte riktigt vad jag skulle säga, men det är naturligtvis en stor ära. Jag har ju förstått att det här är väldigt hedervärt att få ett sånt här utmärkelse på Island, så att jag känner mig väldigt glad och tacksam även om det kanske finns människor som gör mycket mer och bättre än jag, så jag är väldigt glad för det, så att det är ett stort tack för det. Lars Lagerbäck er 65 ára gamall, hann þjálfaði Svía með góðum árangri, einnig Níkeríumenn. Hann er maðurinn sem fyllti þennan völl fyrir aftan okkur ítrekkat. Árangurinn hefur ekki komið honum á óvart. Nej, som jag sa tidigare, jag trodde säkert att vi hade en bra chans att vara med och slåss om de 2 första platserna, och sen har det ju naturligtvis varit extra roligt att för du kan nästan säga varje gång vi har samlats så har vi tagit små steg hela tiden, och
framförallt efter sommaren 2013 så gjorde vi ju väldigt bra resultat och flera väldigt bra matcher. Så att det är ju, jag tror att man behöver lite tid med ett landslag, men också är det ju en stor eloge till spelarna och alla ledare kring laget att alla har ju verkligen gjort en 100% insats, och utan det på den här nivån då når man inga resultat. Så att alla samverkande faktorer har liksom kommit mer och mer på plats, som jag uttrycker det så, under de här 2 åren. Och som jag sa, framförallt hösten då nu 2013 har ju varit riktigt bra resultat. En hvernig hefur Svíinn upplifað stuðning þjóðarinnar? Ja, första året var ju också ganska bra intresse tycker jag, men sen 2013 då så har det ju varit ett fantastiskt stöd vi har fått vid matcherna. Det har varit utsålt på våran arena och verkligen support. Alltså det har inte varit tyst på våra matcher, så att det har varit väldigt positivt, och umgänget lika så med media. Vi har fått väldigt stor respekt tycker jag, och jag hoppas de tycker det också, i mina ögon ett bra samarbete där också Heimer då, den andra tränaren, våran andra tränare, gör ett jättejobb. Så att det känns oerhört skojigt att få vara tränare för Íslands landslag. Hvar skildu okkar bestu menn standa, Alfred, Gylfi och Kolbeinn, i sammanburði við þá bestu i heiminum? Ja, alltså jag brukar säga att det finns ju ett antal toppinternationella spelare, om du tar Messi och Zlatan och Ronaldo, den typen av spelare. Och sen har du en stor grupp väldigt bra internationella spelare. Och där har vi ju en hel del spelare nu på Island som jag skulle säga är precis snäppet under då de här riktigt topp internationellt skickliga spelarna. Och de nämnde ju där, och sen har vi ju flera som gör väldigt bra ifrån sig. Spelare som jag kanske tror får väldigt lite uppmärksamhet är ju en sån som Emil Halfredsson som spelar i Verona och har gjort en väldigt bra höstsäsong nu när de gick upp i Serie A. Det finns många bra spelare på Island, så får vi fram några av de här yngre nu och ta ytterligare steg, då ser det riktigt ljust ut. Kröfur íslensku þjóðarinnar eru miklar till isländska landsliðsins i fótbolta, en gerum vi då miklar kröfur? Nej, det tycker inte jag. Nu har jag tyvärr inte lärt mig språket riktigt bra. Jag följer ju med i skriven text och såna här saker, men jag upplever att har man ett landslag och man har ganska bra spelare som vi har nu, då ska man, jag skulle vilja kalla det att man ska ha lite förväntningar och sen om det är orealistiskt eller inte, men jag menar, håller man på den här nivån med ett landslag, då tycker jag då ska man ha attityden att åtminstone vi ledare och spelare, att vi går in i det här för att vi vill vinna varje match. Och jag menar, ska vi få alla fotbollsintresserade på Island och komma till matcherna och supporta oss och se positivt på landslaget, då måste vi göra resultat. Framförallt måste vi också alltid göra vårt bästa och uppträda på ett bra sätt. Och det tycker jag de här killarna har gjort väldigt bra. De är, tycker jag, väldigt fina ambassadörer för Island, och då tror jag också att islänningarna vill supporta oss, så det ska vi fortsätta försöka jobba för. Skildi Lars Lagerbäck hafa haft tækifæri til að upplifa eitthvað annað á Íslandi en fotbolta? Hvað med menninguna? Ja, eða isländska náttúru? Ja, inte så mycket kultur tyvärr. När jag är på Island så är det ju oftast att man jobbar från morgon till kväll. Och sen kanske jag börjar bli gammal och lat, jag vet inte. Men däremot har jag rest runt på hela Island. Så att i somras bland annat så åkte jag bil runt hela ön och gjorde lite besök överallt. Så att, och jag är ju uppväxt själv på en skogsgård, så just naturen ligger mig varmt om hjärtat. Så det var en underbar resa. Jag hade ju bara liksom åkt, som till Akureyri hade jag bara flugit tidigare, men nu åkte jag bil hela vägen och fick se. Och det är ett fantastiskt vackert land. Jag menar, tycker man om annorlunda natur och vara ute på Västmannaöarna var fantastiskt. Och gå och titta på museer har jag gjort lite grann och sånt där. Så att, jag tycker jag har sett en hel del av Island och det är jag väldigt glad för också. Ja, jag tycker att, som jag var inne på tidigare, att man verkar vara van att liksom ta hand om saker själva. Man står inte och väntar på att någon annan ska göra det åt en och såna här saker. Och, sen upplever jag också att man är oftast på ett positivt sätt lite individualistiska. Och det som kanske skiljer lite, tycker jag, från oss i Sverige är att just den här självständigheten, att ibland när man sitter och gör någonting, eller man kanske bara ser, så kan någon bara gå iväg eller försvinna och göra någonting annat och sådär. Så att där är man kanske lite mer individualistisk än vad vi är på det sättet. Men
generellt sett så upplever jag islänningen som väldigt trevlig och lätt att ha att göra med. Já, komið þið sæl aftur. Þetta var sem sagt maður ársins að mati Stöðvar 2. Lars Lagerbäck, Svíinn sem kom Íslendingum þetta langt í boltanum. Kannski ekki rétt að stríða aðeins meira á forsætisráðherra þarna. Náttúrulega Svíi kosinn maður ársins hjá Stöð 2. Maður sem býr í ríkjastmér í Evrópusambandinu og svo framvegis. Hvernig líður með þetta var? Fannst þér þetta, hvernig þetta var? Mjög með þetta val, þetta verðskuldað finnst mér og vel til fundið. Ég hef nú alltaf haft gaman að Svíum. Þess að Svíjar kunna að meta íslenska þjóðmenningu. Ég kannast eflaust við það sem hafið farið til Svíþjóðar að þeir þekkja Íslendingasögurnar vel og jafnvel líka. Og eiga heilmikið af handritum. Og eiga heilmikið af handritum, já. Reyndar, þeir hafa ekki skilað þeim að þá. Nei. En Svíjar eru ágætir. Þeir eru bara ljómandi skemmtilegir. Já, frændur okkar. En ef við förum kannski hérna svona aðeins hringinn, ég rekna nú ekki með að þetta verið mjög umdeilt val, en hver finnst ykkur vera maður ársins ef við horfum svona aðeins víðar yfir sviðið? Ég alveg sáttu við þetta val. Ég finnst þetta vel til fundið. Knattspyrnulandslið stóð sig einstaklega vel og bara góð vinna sem var þarna baki og mikil uppskera og síðan náttúrulega sá sem ákvaða miðasalan skildi fara fram á Króatíuleiki klukkan 4 nótt, hann líka maður ársins, það svona skilaboð KSÍ til þjóðarinnar að vera vakandi. Mitt vera áreisur. Akkurat, en að vera í boltanum. Fyrirverandi menningarmálaráðherra og íþróttamálaráðherra. Já, þetta var mjög góð ákvörðun að ráða Lars á sínum tíma, sko. Það var alveg ljóst að það þurfti að fara einhverja nýja leiðir og hann hefur alveg sýnt það að það Tók íþróttamálaráðherra ekki þá ákvörðun? Jú, gott að það var. Það voru nefnilega ýmsar ákvarðanir. Ég get kannski skrifað bók eins og Össur og sagt hvernig ég hef í raun og veru ákveðið þetta allt saman og redda þessu öllu. Það gæti nú verið aldeilis skemmtilegt, já. Nei, KSÍ bara á það ákvörðun skuldlaust og það var bara góð ákvörðun. Og það hefur sést bara algjörlega leik íslenska liðsins. Já, þetta var fínt val. Það er alltaf rosalega erfitt að velja einhvern mann ársins. Það eru alltaf margir sem eiga það skilið, en þetta er fínt val. Birgitta? Ég segi nú bara sama og ég sagði hjá Gísla Marteini í dag að mér finnst Edward Snowden sem hefði mögulega getið orðið Íslandingur í sumar sé maður ársins út í honum hefur tekist að vekja allan heiminn til umhugsunar hvert ástand okkar þegar kemur að friðhelgi einkalífsins. En ég bara samfagna samt með ykkar vali og öllum þeim sem eru valdir menn og konur ársins. En í þínum er hann maður ársins, Snowden? Já. Mér langar aðeins spyrja út frá þessu því að nú heyrðum við viðtal við talsmann Wikileaks í gær, Kristinn Hrafnsson, þar sem að hann var býsna mildur í garð núverandi ríkisstjórnar varðandi málefni Snowdens og hefur nú oft verið harðorður og gagnrýnt. Ég svona velti fyrir mér hvort að það væru einhverja viðræður í gangi með Snowden. Veist þú eitthvað sem við ekki vitum? Nei, ég tengist raun og veru Wikileaks ekki neitt í dag, sko, þannig að ég hef ekki hugmynd. Bjarni, hvað finnst þér? Bjarni bara það. Sigmundur og Davíð. Þú er nú gamall knattspyrnukappi. Já. Sáttur við þetta val okkar á manni ársins? Já, ok. Þetta ekki þegar ef hann hafi verið knattspyrnukappi? Nei. Hann var það, þú veist það. Já. Nei, ég veit ekki. Ég treysti á hann ekki verið að hlæja knattspyrnuferðir. Heyrðu, hérna... Einhver annar sem þið fannst? Lars og landsliðið allt, vel að þessu komið. Alltaf er gaman að finna svona hvernig þjóðin lyftist upp og gleðst þegar að vel gengur í þessum hópíþróttum og reyndar líka með einstaklingsíþróttaafrekum. Fyrir mér svona hetja ársins, þessi stelpa sem að bjargaði lífi móður sínar hérna upp í Breiðholti út úr brennandi húsi, 13 ára gömul. Það fannst mér nú vera eitt af því sem stóð upp úr árinu. Það var mikil hetju dáð. Já, en það var fleiri mitt brunandir í landinu. Það er erfitt að gefa stig í þessu og segja einn hérna skara fram úr. Ég segi fyrir mig persónulega, það er eitt af því sem stendur upp úr, en það eru margir og það er einmitt gaman að heyra þessi fjölbreyttu sjónarmið og maður getur tekið undir með svo mörgu sem sagt í þessari umræðu. En mér finnst þetta vel til fundið að verðlauna þetta afrek sem að íslenska knattspyrnulandslið sýndi á árinu. Það var sannarlega eftirminnilegt og ég var nú á þessum síðasta leik sem var spilaður hérna heima og það var mikil mildi að það skildi stytt upp og það væri hægt að spila á Laugardalsvellinum í nóvember bara á auðum velli og svo 2-3 dögum seinna var allt komið á kaf. Veðurguðinni með okkur? Lars er líka mjög viðkunnulegu maður. Ég hitt hann á bikarúrslitaleiknum í sumar og spjallaði hans við hann og það er alltaf gaman að heyra hvernig hann
í öllum viðtölum talar svona karakterinn í íslensku knattspyrnumönnunum og gefur þeim góða einkunn fyrir að leggja sig alla fram og hann sagði mér það í sumar að hann hefði bara aldrei kynnst öðru eins og baráttu andanum í íslensku knattspyrnumönnum. En hann er einhvern veginn, ég hefði sagt þetta. Það er svolítið gaman að Já, þjóðurinn bæði rétt í þessi Sigmundur. Heimir, áður en við klárum þetta býtum með Árna Páli, af því að það kom nú smá svipur á því. Er hugsanlegt að Edward Snowden verði íslensku ríkisborgari einhvern tímann á næstunni? Ég veit ekkert þetta mál. En værirðu til í það? Að skoða? Þetta kom náttúrulega til umræðu á sínum tíma og ég veit ekki eins og til þess að það sé verið að sækja þetta eins og staðinu núna. Hvernig myndu þið taka í slíku umsókn? Það gilda bara ákveðna reglur það eins og kom fram hjá innanríkisráðherra á sínum tíma og þetta færi bara í það ferli. En finnst þau Árni Páll og eftir og tala senastur í svona hring þar sem að allir eru á jákvæðum nótum því að maður getur tekið undir með öllum sem að tala allan hringinn. En það auðvitað eitt sem verður ekki og kannski, ég tek undir með Bjarna, með björgunarafrek stúlkunar og ég tek undir líka og vísa bara til þess líka að maður hefur séð mörg stórfengleg björgunarafrek á þessu ári sem að mörg verðskulda viðurkenning út af fyrir sig. En það verður ekki tekið samt af bæði kalla og kvennalandsliðin í knattspyrnu að þau eru að komast á lokakeppni í hópíþrótt sem er ein vinsalasta hópíþrótt í heimi og það sé mögulegt fyrir einungis 320.000 manna þjóð auðvitað ekkert annað en undur og við eigum að vera mjög stolt yfir því og þess vegna finnst mér þetta ágætis tilnefning. Það er þetta mjög stutt úr þessar umræðu yfir í það að Stjarnan vann með fullu húsi stig. Já, ekki koma Stjörnuna í það. Við getum ræðum alltaf Breiðabliksmenn í landsliðinu. Við ræðum Breiðabliksmenn í landsliðinu. Tala bíóhús eða... En við ætlum að halda okkur aðeins þarna við Svíþjóð og... Evrópusambandið. Já, og nágrenni því að þessi þjálfari er jú í Evrópusambandinu. Ótrúlega langsótt. En það hefur verið svona talað það og margir hafa talað það að Evrópusambandið Árni Páll, þú hefur orðað þannig að Evrópusambandið sé núna afsakið hlé. Og hvað kemur út úr þeirri stöðu? Ég held að þarna séum við komin á máli þar sem að ríkisstjórninni hefur tekist alveg einstaklega illa upp og það eru auðvitað eftirtektarvert að sjá Björn Bjarnason gefa ríkisstjórninni þannig einkunn í höndlun hennar á þessu máli núna bara nýverið að það hvernig ríkisstjórnin haldi á því bendi til þess að Íslendingar bara get ekki tekist á við stór utanríkismál og ríkisstjórnin er að reyna að gefa þá mynd af Evrópusambandinu að það vilji ekki semja við okkur ekkert fjær sanni. Þetta er einstakt í íslenskri stjórnmálasögu að ríkisstjórn Íslands gangi fram með þeim hætti að hún skáldi upp afstöðu erlendra aðila til íslensku þjóðarinnar. Ég fundaði í haust ítrekað á Evrópuþinginu og með framkvæmdastjórunum og það blasti þar við og hefur ítrekað verið staðfest í haust. Eindreginn vilji allra þessar aðila til þess að aðildarviðræðurnar haldi áfram. Evrópuþingið, þar sem sitja mörg hundruð þingmenn allstaðar að úr Evrópu samþykkti þvert á alla flokka, stjórnmálaflokka, fulltrúar allra þessar frá öllum þessum 28 ríkjum að þau vildu halda áfram með aðildarferlið með Íslandi og hlökkuðu til að fá Íslandi í þennan hóp. Og það er auðvitað þannig að þessi ríkisstjórn hún er bara að skrifa alveg nýtt blað í sögu klúðurs í utanríkismálum með því hvernig hún heldur á Evrópumálum. Nýtt klúður, þið viljið ekki ganga inn en þið sögðu báðir fyrir kosningar að þjóðin fengi að greiða atkvæði á kjörtímabilinu annar ykkar sagði minni mig á fyrri helmingi það hvort að þetta haldi fyrir það. Hvenær fáum við að kjósa? Ég tók það fram að ég teldi að þetta mál væri vel til þess fallið að það yrði kosið það og það færi vel á því ef hægt var að hrinda því framkvæmd á fyrri hluta kjörtímabilsins. Stóra klúðrið í þessu máli er það að það skildi hafa verið sótt í ríkisstjórn sem var algjörlega ósamstíga í málinu í svona prinsipelt séð og þannig að við vitnum nú í nýjustu heimildir
enn og einu sinni, Össur Skarphéðinsson, að þá sjáum við að meira segja að Evrópusambands umsóknin var ítrekað skiptimynt út af ýmsum öðrum málum í fyrirverandi ríkisstjórnarsamstarfi. Já, en það breytir ekki því, Bjarni, að þið sögðu þetta við þjóðina fyrir kosningar. Ég ætla bara aðeins að fá að svara því að við séum hér segir að einhverju miklu klúðri í Evrópusambandsmálinu. Það var þannig á síðasta kjörtímabili að það var staðið í viðræðum í lengri tíma heldur en nokkurt annað EFTA-ríki hefur þurft til þess að komast að niðurstöðu. Það var vegna þess að var engin pólitísk forysta fyrir því að ljúka málinu. Og það hefur í sjálfu sér ekki breyst að þeir flokkar sem að núna mynda ríkisstjórnina hafa það ekki á stefnuskrá sinni að ganga inn í Evrópusambandið. En þú ert í flokki, Bjarni, þar sem fleiri þúsund kjósendur Sjálfstæðisflokksins og flokksmenn vilja klára þessum umsókn og vilja jafnvel fara inn í Evrópusambandið. Já, við erum hér aftur komin að þessari umræðu sem að snýst sko, hvað það sem fólk raunverulega vill. Fólk vill að sjálfsögðu alltaf fá val, að fá valkostina fyrir fram að sig til þess að geta gert upp á milli þeirra. Í þessu máli er óskaplega erfitt að verða við þeirri ósk vegna þess að hún gerir þá kröfu að það verði gengið alla leið og lokið viðræðum við Evrópusambandið alveg eins og þú ætlir þér að fara inn og það er ástæðan fyrir því að öll Evrópusambandsríkin segja... Það sést ekki við samningaborð öðruvísi? Nei, einmitt, en þú áskilið þér rétt í lokin til þess að segja þetta er búið að vera fínt, nú ætlum ég að fara að berjast gegn niðurstöðunni. En Bjarni, varstu ekki að meina það sem þú sagði fyrir kosningar? Ingangi í Evrópusambandið. Já, er það ekki bara eðlilegt? Er það eðlilegt? Er eitthvað að því? Nei, ég held að það sé pólitískur ómöguleiki. Ég held að það sé ekki hægt. Og ég held að það sé pólitískur ómöguleiki að fá að borðinu þessi 27 Evrópusambandsríki til þess að gefa eftir á ýmsum málefnasviðum ef þeir sjá ekki í augun á viðmælendum sem að meina það að þeir vilji á endanum styðja samninginn. Er þetta að sjá í augun að fólk sem lítur undan? Nei, en það eina sem við höfum gert er að segja, við ætlum ekki að halda þessu ferli áfram, því verður ekki haldið áfram á þessum forsendum og við höfum stöðvað ferlið, það er í samræmi við stefnu beggja flokka, það er í samræmi við stjórnarsáttmálann og þá ekki að koma neinum á óvart og þannig stendur málið í dag. En við skulum fá aðeins forystumann ríkisstjórnarinnar inn í þetta samtal. Stendur þá ekki til að halda þjóðaratkvæðagreiðslu framhaldsviðræðna á þessu kjörtímabili? Ég sagði nú í aðdraganda kosninga og hef sem ítrekka það eftir kosningar að ég sé tiltölulega afslappaður hvað varðar tímasetningu hugsanlegrar þjóðaratkvæðagreiðslu. En ég ræddi þetta mál við forystumenn Evrópusambandsins, Barroso og Van Rompuy, þegar ég heimsótti þá núna síðastliðið sumar eða haust. Og ég spurði hvernig tækju þið í það ef að það er haldin þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi hvort að Ísland ætti að gera staðil að sambandinu að vera í þessum viðræðum. Og það er því samþykkt. En ríkisstjórnin sem ætti að vera í þeim viðræðum væri á móti aðild. Hvorugur þeirra hafði nú nokkuð tímann heyrt annað eins. Báðir þurftu að hugsa sig en komist á sömu niðurstöðu. Það bara gengi ekki upp. Það væri ekki hægt að vera í viðræðum við ríkisstjórnum aðild að Evrópusambandinu ef svo ríkisstjórn væri ekki með það markmið að ganga í sambandið. En ertu ekki með því að segja að þið voru að blekkja kjósendur fyrir kosninga með því að lofa þjóðaratkvæðagreiðslu? Fyrir kosninga var sagt að vera engin vandi að ganga til þjóðaratkvæðagreiðslu og þessir flokkar myndu þá virða það ef það kemur já út úr þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu. Nú vorum við að heyra það frá forsætisráðherranum að formaður Sjálfstæðisflokksins sérstaklega var að hafa fólk að gynningafíflum fyrir kosningar. Jú, það er alveg ljóst hér eftir þetta. En ég heyri að þið takið Árna Pál ekki alvarlega þannig að ég skal ekki gera það. Við tökum ykkur alla alvarlega að sjálfsögðu. Ég var einn af sem skildi málflutning bæði Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins þannig að það er kosið áframhald viðræðnanna. En ég hef líka svo sem alveg skilning á þeirri stöðu að það veri einkennilegt að vera í viðræðum fyrir þessa flokka sem hafa það yfirlýst í stefnu sinni líka að gerast ekki aðilar Evrópusambandinu. Þannig að ég hef svona, við í Bjartri framtíð höfum þá út af verið sig þá bara fagnað því að það er þá einungis hlé þá að þessum viðræðum núna og það er þá af þessum orsökum að það eru flokkar núna sem ráða för á stjórnarheimilinu sem að vilja ekki gera staðilega Evrópusambandinu. Það er ekki búið að slíta viðræðunum. Það er ekki búið að slíta viðræðunum og það er mjög mikilvægt að það er ekki búið að því. Og það er mjög mikilvægt líka átt að segja á því að Evrópusambandið vill halda áfram þessum viðræðum og svo skulum við ræða málið þá bara efnislega. Hvað erum við að tala um hérna? Við erum að tala um áratuga gamalt deilumál á Íslandi
Það eru mjög margir sem eru þeirra skoðunar að við eigum ríkt erindi þarna inn og þeir byggja það og þar á meðal ég til að uppfylltum góðum samningi þá eigum við samleið með Evrópuríkjunum, viðskiptarlega og menningarlega og varandi ýmis lýðræðisleg gildi, mannréttindi og umhverfismál. Ég tel líka efnahagslega þá getur það komið okkur mjög til góða að vera aðilar þessum markaði sem það og gjaldmiðlunum. Ég held að þetta hangi allt á spýtunni. Það ein stór breyta sem vantar inn í þessu umræðu, það samningurinn. Þess vegna vilja mjög margir klára hann. Og auðvitað það síðan bara lýðræðislegt ferli að það þjóðin sem tekur afstöðu til hans. Katrín, ég ofta að reyna að auglýsa eftir því hvernig sjá menn fyrir sér að útklæða þetta mál öðruvísi heldur en að klára samning. Katrín, þú ert eitthvað svo að hugsa hérna við liðina mér. Leiðist þér í sumra og sætti ríkisstjórn þess að hafa tekist á þetta? Já, en þetta sko það lá alveg fyrir og þeir flokkar sem þar voru ósammála. Mér finnst það bara svo merkilegt hvað einhverjum kann að finnast það flókið að ákveða að setja svona stórt mál sem hefur einmitt verið umdeilt, deilumál krónist í pólitískri umræðu á Íslandi, ekki bara árum heldur áratugum saman, ákveða að setja það í það ferli að það fari bara hreinlega til þjóðarinnar til ákvörðunar. Og ég finn það alltaf að þetta þykir fólki með flóki, hvernig getið þið sem eru andvíg inngöngu í Evrópusambandið, VG, staðið að því, að því að við mátum það þannig að það skipti máli að þjóðin fengi þarna aðkomu á málunum og ákveði þetta. Þannig að það svona kannski það sem ég finnst bara svo mikilvægt að ítreka. Ég veit að mörgum finnst þessi afstæða mjög flókin. Hún snýst í raun og veru bara það að skjóta þessu stóra máli til þjóðarinnar. En síðan það alveg rétt sem hér hefur komið fram að það auðvitað ljóst að margir af kjósendum stjórnarflokkarna höfðu væntingar það að það yrði hér þjóðaratkvæðagreiðsla á kjörtímabilinu og mér finnst áhugavert að heyra að það hefur enn ekkert komið fram það hvenær hún fyrirhuguð eða hvort hún fyrirhuguð. Ég bara, ég satt í þessum í utanríkismálanefnd og satt í þessum sameiginlega þingmannahópi Evrópumálin og fór á alla þessa fundi með þjóðarleiðtogum þegar þeir komu til Íslands til þess að lýsa yfir stuðning og þetta var alltaf mjög skrýtni fundir út af því að það var einhvern veginn, þeir voru svo hissa að við værum ekki að segja við viljum ganga inn og út af því að við erum ekki að segja það út því það enn sem komið engin meiri hluti fyrir því inn á þingi, en það aftur á móti á einhvern furðulegan hátt og þetta allt mjög sérkennilegt, meiri hluti fyrir því meðal þjóðarinnar að við klárum samningin. Út af því að fólk vill geta tekið upplýst ákvörðun og mér finnst einhvern veginn, og ég verð að segja það við ríkisstjórnina, mér finnst einhvern veginn ríkisstjórninni beri að gefa fólki upp skýr svör hvort það standi til að gera það eða ekki. Það sé ekki verið að draga fólk áfram á einhverju væntingu sem kannski stendur aldrei til með að uppfylla og ég held að það væri bara mjög flott hjá þér Sigmundur ef þú myndir bara segja við fólk hvort það stendur til að gera þetta ekki og þá hvenær. Vistu þér, ég bara ákvaði þetta. Já. Ég meina þetta var eitt af loforðunum og það Nei, það reyndar ekki rétt. En það er samt alveg rétt sem Birgitta segir og mikið grundvallaratriði í þessu. Við sátum marga þess að fundi saman. Að það kom þessum fulltrúum Evrópusambandsins sem voru að hitta okkur í stríðumströmmum á síðasta kjörtímabili alltaf jafn mikið á óvart þegar það voru útskýrt fyrir þeim að Íslendingar var að sækja aðild að Evrópusambandinu ekki endilega til að ganga í sambandið heldur svona til að sjá hvað væri í boði. Það kom svolítið ámenn fyrst og svo fóru þeir að útskýra svona góðlátlega fyrir fulltrúum þessara 300.000 manna þjóðar að þegar að Ísland, 300.000 manna þjóðin, væri að sækja að verða aðili að sambandi 27-8 ríkja og 500 milljóna manna þá var Ísland að sækja að verða þáttakandi í því sem Evrópusambandið gengi út á. Það var ekki spurning samningaviðræður samruna Íslands og ESB. Þeir sá meira sér ástæðu til þess að ítreka þetta í bréfi þar sem var vísað í það sem hefur reynda komið fram í sérstökum leiðarvísi sem Evrópusambandið gefur út fyrir umsóknarríki að umsóknarferlið fel ekki í sér samningaviðræður. Það snúist eingöngu það með hvaða hætti umsóknarríkið ætlað aðlaga sig að sambandinu áður það gangi inn. Þannig að þessi nálgun hérna á Íslandi... Það getur hinnlega gengið. En Sigmundur svarar ekki bara... Við þurfum ekki að taka þetta. Nei, hann hefur farið með þessa ræðu... Nei, nú æsti Árna Pál. Hópa hér undan. Verður ekki að hópa alltaf undan alvöru málum. Þetta einföld spurning. Ég ætla að reyna að komast í þáttinn á þess að æsa Árna Pál. Nei, endilega. Þér tekst það ekki minn kæri, en þú ert eins og að verða sjálfur til skammar með hvernig þú talar. Svaraði nú. Varandi hvað? En forsætisráðherra. Varandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Meikar þetta ekki alveg svo slettun á þess að það er gamla stafur. Meikar þetta ekki alveg sem Katrín var að segja þetta. Hún úr flokki þar sem eru mjög skipta skoðanir á þessum málum. En einhvern veginn þessi þjóðarvingill á málið, að þjóðin fái að koma að málinu. Já.
Já, og það, eins og ég svaraði fyrir kosningar, að þá nú verið að gera við skýna að verðum að segja eitthvað annað núna en fyrir kosningar. Eins og ég svaraði fyrir kosningar og svara enn, þá ég rólegur yfir því hvenær slík atkvæðagreiðsla færi fram með hún fyrir fram. Ég hef gert ráð fyrir, eins og ég sagt, gert ráð fyrir að til slíkrar atkvæðagreiðslu kæmi. Ég er bara að benda á það sem að þau svör sem að fást frá Evrópusambandinu sjálfu að það væri ómöguleg staða að vera í viðræðum við ríkisstjórn sem vill ekki ganga í Evrópusambandinu. En þá væri bara hreinlega og eðlilegt að segja að hvort að standi til. Nú skulum við bara aðeins rifja upp það sem við höfum sagt í hvaða röðhlutinu myndi gerast. Það verið að klára samantekt á stöðu aðildarviðræðnanna, ekki satt? Hvert við vorum komin í þeim leiðangri. Það líka verið að klára í sömu skýrslu yfirlitið það hvernig Evrópusambandið hefur verið að þróast, hvernig sáttmálarnir hafa verið að breytast. Þetta átti að koma fyrir þingið og mun gera núna mjög fljótlega eftir áramót. Ef mann rétt ætlaði þessi nefnd að skila af sér núna ekkert í janúar. Við sögðum alltaf að þingið myndi taka málið upp til umræðu þegar að skýrslan kæmi fram og ákvarðanir eins og þá sem verið að kalla eftir að vera tekin hérna í dag, að slíkar ákvarðanir, þær eru teknar eftir að svo umræða fari fram. Ég held að þetta hefði legið fyrir í... Þetta eins og stendur í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar, þetta ekki bara... En mér finnst hins vegar alveg skort í þessa Evrópuumræðu hérna, umræðu það, hvert Evrópusambandi einmitt að stefna og hvernig staðan þar. Og við getum lesið það til dæmis í nýju tímariti sem að New York Times og Morgunblaðið gaf út núna áramótin frá virtum hagfræðingi í Bandaríkjunum að evrusamstarfið enn í algjöru uppnámi. Já, þú ert að lýsa hérna ferli, ekki ferli? Það er ágætt að halda áfram og fá að sjá þessa skýrslu. Ég minni líka á að Alþýðusambandið og Samtök atvinnulífsins og Viðskiptaráð hafa líka óskað eftir skýrslu þetta sama mál. Það er sjálfsagt að horfa á efnisatriði málsins. Það er líka mikilvægt að horfa á stöðu Íslands í Evrópusamstarfi að öðru leyti líka. Og þar með talið þá þær aðstæður að EES-samningurinn í miklum vanda og flest bendir til að við stöndum fram fyrir því að þurfa að afsala Evrópusambandinu völdum yfir okkur ef við gerumst ekki aðilar að því. Og það finnst mér ófær staða því ég vil að við verðum hluta af Evrópusambandinu til að fá raunverulega þátt í ákvörðunarvaldi örlög íslenskrar þjóðar. En þá erum við bara orðin aðilar að öðru sambandi sem líka í mjög miklum vanda. Vegna þess að það gengur illa að ljúka bankasamrunanum. Heimurinn er fullur af vandamálum, Bjarni. Eina sem er ekki hægt er að gera eins og þið, íta þeim á undan ykkur og reyna að ljúga afstöðu upp á Evrópusambandi sem Evrópusambandi hefur ekki. Ég hef aldrei haldið ykkur fram afstöðu Evrópusambandsins. Annað heldur að það blasir við hvernig pólitíska staðan í svona samningaviðræðum. Það hins vegar staðreynd að evrusamstarfið enn í mjög mikilli krísu. Við erum með fjölmörg þjóðríki inn í evrusamstarfinu sem eru svo skuldsett. Þarna sagður eitt lykilorð, þú sagðir evra og það þetta, að við erum með gjaldeyrishöft. Einast meginstoðum EES-samningsins frjálst flæði fjármagns. Við erum eins og tossi út í horni á undanþágu frá Evrópusambandinu eins og Kýpur. En við erum enga síður eins og tossi út í horni á undanþágu með þessa stoð. Já, við erum einfaldlega, já. Og hvað getur ríkisstjórnin, hvað býður ríkisstjórnin upp á samfarandi til að losa gjaldeyrishöftin og gera þannig að verkum að þessi pappír sem við köllum íslenska krónu og datt nú hérna 10.000 kallið niður hjá Seðlabankastjóra í samantektinni í Hagfræðinni, að það gerist einmitt ekki fyrir krónuna, hún detti niður eins og 10.000 kallinn hjá Seðlabankastjóra í golf. Við erum með höftin vegna þess að við erum enn að vinna úr eftirmálum hrunsins. Við erum að vinna enn úr eftirmálum hrunsins og við vitum alveg hvaða þætti þarf að horfa sérstaklega á. Hinna föllnu banka og aflandskrónuhengjuna og allt þetta. Það verið að vinna mjög markvisst í þessu og ég hef fulla trú á því að við getum afnumið höftin og greitt úr þessum vanda, létt þessum þrýsting á krónunni á þessu kjörtímabili og þá mun svona flettast af Íslandi þessi skuggi eða þessi hula sem að hvílir yfir meðan að höftin eru til staðar og menn munu sjá land með sterka útflutningsatvinnuvegi, land sem að rekur ríkissjóð í jöfnuði, land sem að á ótæmandi framtíðarmöguleika og á ekkert erindi inn í myntbandalag sem í krísu.
Landsumabjarta framdi. Það er bara kona sem talar hérna, heyrðu okkur. Hún segir okkur, hún kom langt fram við. Þannig að við verðum að fara aðeins í auglýsingar. Það er allir svör við því hvað þeim finnst þessu þjóðaratkvæðagreiðslu. Nei, það er bara fyllilega. Náttúrulega ekki búin. En við þurfum að hleypa að auglýsingum og hérna á eftir, farið ekki langt, því skeggjaði kallakórinn er framundan. Valdamesta fólk landsins. Sjá, við færum yfir mikinn fögnuð, óskalista þjóðar allt og meiri jöfnuð. Við fórum í Hörpuna, klifum Esjuna, gengum Sprengisand, við fórum bókstaflega út allt land. Í Staðarskála var ein skvísa að kaupa 10 ísa á raðgreiðslum á Vísa og strákur sem gekk bara alveg ágætlega í þessu þarna Písa. Og ég veit að ég sé að djóka, en þarna var líka eina stelpan á Íslandi sem Sveinn Andri ekki búin að póka. Og hún óskar sér, færri menn með bindi, engin stiga vindi og sagðist myndi í skyndi ef hún væri á þingi, banna öll rangsanindi. Og ef hennar óskir og okkar allra rætast ekki næsta ár, þá verðum við þjóðin mjög sár. Sko, að danska verði valfrjáls og minnka framleiðslu áls er meðal annars eitthvað sem við viljum vekja á máls, en mikilvægast finnst okkur þó að senda Vigdísi Hauks og Brynjar Níelsson á kurteisisnámskeið hjá Bergþóri Páls. Og ef hafið þið sómakennd, sanna og ríka, þá viljum við helst fá þetta hérna líka. Fleiri glaðlindir að styrkja kvikmyndir og íslensk prótenskir í mynd hjá Ben Stiller, hópferð til Tortóla, ókeipis rúkkóla, betri háskóla og aftur spurkóla. Minni rótasjón á gögnum Vodafone, færri kvótaflón að reyna að skjóta sjó. Viljið þið samt aðalega bara vera betra fólk. Bjarga æskunni, breyta tískunni, hverfi skötunni og líka klukkunni. Færri að baktala, sjálfvirkari sjálfsala, vasa frá Ítala og nýjan spítala. Flytjum Beyoncé, sættast við Leoncy, stækka BSI á kostnað KSI. Viljið þið samt aðalega bara vera betra fólk. Please. Búa til hvalasnakk og hestalambahakk, minna leynimakk og færri hóteltakk. Sigra smáþjóðir, verða vongóðir, nota orðið ljósmóðir, meira en flokksbróðir. Da, gleymt mér björn? No. Hugsum flugvöllinn, hafa flugvöllinn, færa flugvöllinn og brenna flugvöllinn. Viljið þið samt aðalega bara vera betra fólk. Óstyrkt listasóló á niðurskorið píanó. Karlakór fyrrverandi elskuga minna. Brennir við vitar, hetju styrkar standa. Strákar. Og svona lýkur hinu furðulega árið 2013. Þegar Páll Magnússon var á fæti faralds og enginn mátti pirra Freyju Haralds. Útgerðarmenn voru til vegsældar krýndir og danskir kettir týndir. Skorið var niður til sveltandi barna. Takk Vigdís Hauks, Sigmundur og maðurinn þarna. Já, og þó þið séu kannski klár, takið slátur og drekkið óhóflega mikla mjólk. Viljið þið samt aðalega bara vera betra fólk.
Já, hvað sér þú? Þetta var þjóðmenning. Já, þetta var þjóðmenning. Já, þjóðmenning með örlítill slagsíðu. En við erum vanir því. Tókuðu þetta til ykkar, ekki fleiri álver, senda Vigdísi Hauks og Brynjar Níels á kurteisnámskeið til Bergþórs Páls. Bergþórs Pálssonar. Ég ætla að meina hvort ég ætti að tekið þetta til minn sem flokksformaður. Já. Hvort að mér bæri nú skylda til þess að senda Brynjar Já, í raun og veru. Já. Nei, ég held að þetta hafi nú verið bara svona einhver létt, svona poppuð ádela og eitt og annað sem að listamaðurinn hafði, vildi finna að hefði gerst á vettvangi stjórnmálana, það ekki bara? Ég tók þetta ekki mjög persónulega. Þú ætlar ekki að taka þetta til þín? Nei, þetta var svona skaup á 5 mínútum. Já. Skrifar hún ekki skaupið líka að hluta? Já, nú þekki ég það ekki, það er í allt annari sjónvarpsstöð, skilur við? Já. Má það Þú hefur heyrt talað um skaupið? Ég hef heyrt talað um skaupið, sko, það er á einhverju ríkisstöð. En skera niður til sveltandi barna, þar var nú eitthvað sem þeir mættu kannski taka til ykkar, eða hvað? Já, ég myndi, ef maður ætti að taka þessu alvarlega, það má. Já, þá segi ég bara það að við höfum Íslendingar aldrei áður greitt meira í þróunaraðstoð heldur en árið 2013, 12 til 14. Á næsta ári erum við með hærra framlag af landsframleiðslunni heldur en áttu við fyrir 2 árum síðan. Sko, menn eru bara villigötum ef menn halda því fram að við séum hér í einhverjum miklum niðurskurði í þeim málaflokki. En það fer að líða lokum þáttar og það er nú stutt í að árið 2014 rennu. Hvað er það? 8? 9? 8 klukkstundir? Já, bara 8 klukkstundir rúmar. En mér finnst nú áhugavert að heyra í þessari ádeilu, sem bæði ber að taka sem grín og alvöru væntanlega, þá var einmitt verið að tala um þessar skapandi greinar og það er svona aðeins búið að sitja í mér það sem Sigmundur sagði áðan og það hefði ekki verið nein stefnumörkin fólkin í því að hálfu síðustu ríkisstjórnar að efla skapandi greinar og ég verð bara að leiðrétta þetta, þú talaður um að þetta gengi bara á einum þingmanni sem hefði velt meirihlutann að efla kvikmyndagerð. Það bara er ekki rétt. Þetta kom nú bara fram og var rætt ykkar á milli í fjölmiðlum á sínum tíma, þannig að það þarf ekki að vera velt. Nei, það bara snýst. Það snýst hins vegar ef við horfum bara á framlegin til allra þessara skapandi greina, þetta byggir á stefnumótun sem byggðist meðal annars á því að meta hagræn áhrif skapandi greina og að því að við erum að horfa til framtíðar og nýs árs og það var talað um skapandi greina fyrir kosningar. Ég satt oft með ykkur og þið ræddu skapandi greina. Það er allir sammála um þetta. Það eina sem ég var að benda á var þetta með kvikmyndagerðina sem kom fram á sínum tíma og menn tókust á menn tókust á ýmislegt og höfðu sína skoðanir. Eigi að síður byggði aukningi sem var sett á stefnumótu sem byggði meðal annars á rannsóknum á því hverju þessi grein er að skila. Alveg, það var farið ítarlega að vinna. Það kom fram fjárlagafrumvarp. Já, og það